Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni, ritstjóra föstudaginn 25. júlí 2024. Það ætti að segja viðtalvikunar að því að í dag erum við í epísku viðtali. Ég var raunverulega að klára að taka viðtal sem var virkilega áhugavert viðtal allt mögulegt við Eyþór Arnalds. Þekkja hann mögulega sem fyrirverandi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, oddvita Sjálfstæðisflokksins í borginni, í kosningunum þá sem var fyrir cirka örgulega núna 7 árum eða svo. Eyþór Arnalds mjög merkilegur maður með mjög merkilega sögu á ýmsum sviðum í atvinnulífi, í pólitík, í tónlist, í listsköpun, í rekstri, í frumkvöðlastarfsemi og nú þið sjáðu að ég að þessa það myndi alveg gangi, ég myndi að ég geti haft smá gaman að þessu. Virkilega mjög fróðlegt að tala við hann ég ætla að segja ykkur aðeins hvað við erum að tala tjáningarfrelsi, við erum að tala menntakerfi, við erum að tala Reykjavíkurborg, mannréttindasvið Reykjavíkurborgar, vógisma, við erum að tala sveitarfélögin, við erum að tala hægri stefnuna, við erum að tala frelsi, við erum að tala tækniþróunina, regluvæðinguna, Ísland sem framtíðarland, íslenska tungu, tæknina, gervigreindina. Eyþór mikill áhugamaður gervigreind og möguleikarnir sem felast í henni. En árum fyrir við viðtalið. Kannski svolítið gaman að skipta svona myndavél. Áður fyrir mig viðtalið þá ætla ég að segja ykkur frá því að fréttir vikunar, einfaldur vikulegur fréttaþáttur sem stundum með öflug viðtöl, það heitir að viðtal vikunar, í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra Reykjavík Photo. Reykjavík Photo gerir þér kleift að taka upp myndefni og alls konar efni, samfélagsmiðlaefni í gæðum sem hefur verið óhugsandi fyrir nokkrum árum fyrir næstu engan pening. Það í Reykjavík Photo, þangað sem þið ættu að tjekka til þess að finna hljóð, mynd, ljós, allt mögulegt. Happy Hydrate annað fyrirtæki sem ég í samstarfi við. Happy Hydrate lítil einföld vara sem þú ættir að sjá í stöflum, í búðum að þetta að seljast og fólk að kaupa þetta, sem gengur út á það að gefa þér nauðsynleg næringarefni, vítamín, steinefni, bara með litlu bréfi sem þú setur í vatn, klaka. Ég held að þetta sé að hafa góð áhrif á mig, maður að svitna, maður í sánu, maður þarf þetta, ég held að maður þurfi þetta. Happy Hydrate. Við ætlum að fara í viðtalið við Eyþór Arnalds, við erum að ræða margt fleira þarna. Ég mæli hjartanlega með að hlusta vel á það sem maðurinn hefur að segja. Og ef þú ert eitthvað svona, var hann ekki eitthvað fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni og ert eitthvað, er þetta ekki eitthvað pólitíkus? Nei. Þetta allt annað dæmi. Þetta allt öðruvísi gaur. Þetta í alvörunni klár maður. Sem sjálfstætt hugsandi, eins og við kunnum svo vel að meta. Ég minni áður förum við viðtalið á kjörorð þessa fréttaþáttar. Ást á ættjörðu, ást á sannleika. Og hvað ykkur, til að njóta vel. Já, nú erum við sestir, Eyþór. Við erum sestir í Sigurðarstofu Sævars. Niður mér bara Reykjavíkur. Hvað segirðu gott í dag? Já, bara mjög gott. Það gaman að koma hérna í þessa stofu. Já, þarna við ætlum aðeins að fara yfir svið. Já. Velta fyrir okkur já, ég svona vanur að velta fyrir mér tölvöld af málum vikunar, en ég reyndar leiðist yfir út í umræður stærri myndina líka, Hvað þarna, ég meina, ég byrja alltaf með þig, hvað er þetta að gera? Það eru 3 ár síðan þú þarna lést af störfum þarna í borginni og fórst bara í þinn eigin heim. Hvað ertu búin að gera á síðustu 3 árum? Já, ég hef náttúrulega átt nokkra heima og einn af þeim tónlistin. Já. Ég var nú svo heppinn að þegar að COVID var í gangi og við máttum ekki fara út úr húsi að ég var með sellóið mitt, þannig að ég svona fór að klappa því og spila meira það. Síðan hef ég nú alltaf verið í business frá því að ég var lítið barn og hef alltaf verið í einhverjum rekstri, þannig að ég náði að sinna því betur að því að þegar maður í borgarstjórn þá má ekki vera í því að græða og ekki í því að tapa. Það erfitt að Nei, það má hvorugt. Já, það svolítið frúin í Hamborg, þannig að ég var laus við það. Já. Og þá gæti ég sinnt því betur. Já, mér finnst áhugavert þetta með stjórnmálin og að menn séu svona bundnir í báðar hendur að með ekki gera neitt og mér finnst þetta að einhverju leyti þetta náttúrulega flókið jafnvægi en þetta auðvitað takmarkandi fyrir stjórnmálin Já, það mjög mikilvægt náttúrulega að upplýsa hagsmunatengsl en ef við spólum aðeins tilbaka hvernig til dæmis Alþingi var á Íslandi þá voru það bændur sem að riðu til þings og það var sumaþing og þarna voru bara raddir fólksins. En það sem að hefur gerst, ekki bara á Íslandi heldur allan heim og ekki síst í Evrópu, að stjórnmálastéttin bara sérstök stétt
með mjög sérstaka hagsmuni sem hún gætir innan kerfisins og með því að nota kerfið. Já, og hún hagsmunastétt. Þannig að í staðin fyrir að þing til dæmis eða borgarstjórn endurspegli fjölbreytileika þjóðfélagsins, þá þetta svolítið endurómshellir stjórnmála oft fræðinga, allavega stjórnmála manna til lífstíðar. Lögfræðingar, þetta allt lögfræðingar sko. Já, mikið lögfræðingar og svo í seinni til meira og meira stjórnmálafræðingar. Þannig að stjórnmálastéttin verður sérstök stétt. Nei, og sko ég hef oft leitt hugan að þessu tímabili hérna þegar hetjur riðum héruð og fóru riðu til þings, bara þeir sem sko skipta einhverju máli og höfðu eitthvað að segja og þá lá alveg fyrir hverju hagsmunir þeirra voru. Þú veist, þeir voru bændir, þeir höfðu sína hagsmunir, þess vegna voru þeir þarna til þess að gæta sína hagsmuna og auðvitað sjá einhverja stóra mynd í því og komast að einhverju samkomulagi. En síðan eimu við þetta niður í að vera einmitt nýútskrifaðir lögfræðingar sem byrja í raun og vera að starfa fyrir ákveðin hóp. Þau starfa auðvitað í umboði, til dæmis, atvinnurekenda eða þá einhverja annara, þú veist, þau svona eru höllundir, skilur sjónamið sem bara einmitt einhverja hagsmuna eininga, starfa þá einhverju skil ekki fyrir það, en það er svo ógagnsætt að því þau eru alltaf þykjast ekki starfa fyrir þau þykjast ekki bara taka undir það sem allt sem verkalýðsfélögin segja eða allt sem þarna Samtök atvinnulífsins segja, þannig þetta er leikrit sem við sitjum uppi með. Já, og svo stéttin náttúrulega að standa svolítið fyrir sjálfa sig, það er að segja að stjórnmálastéttin orðin sjálfstæð. Og þar stendur hún öll saman, sko. Já, og borgarfulltrúi til þess á að vera fulltrúi borgarana, en borgarfulltrúi getur líka orðið bara fulltrúi fyrir kerfið og það er kannski rót þess vanda sem við sjáum að opinbera kerfið alltaf að stækka. Við sjáum að bæði sveitarfélögin og ríkið að safna miklum skuldum í góðæri og það er kannski vegna þess að við erum eingöngu að horfa á eina hlið og það vantar kannski meira rödd hins almenna íbúa sem að vinna. Já, sko, maður velti fyrir sér, þú veist, núna það er alltaf mikill ótti við, eða svona Íslendingar og svona sú stétt sem ræður umræðunni hér að einhver leiti yfirleitt ekki hrifin að því þegar sko nýir innan gæsalappa róttækir stjórnmálamenn koma fram á sviði til þess erlendis, þú veist. Umræðan einhverju típur eins og Javier Milei hefur verið svona einmitt mjög neikvæð og miklar efasemdir þetta og hann mun líklega ekki gera neitt gott þessi og okkur svo framvegis, á meðan aðrir sem eru svona orðnir þreyttar á kerfinu hugsa frekar, þú veist, þetta er einhver svona áhugaverð breyting, einhver möguleiki sko. Já, Milei var mjög áhugaverður persónuleiki, bæði sem frambjóðandi, hann náttúrulega var mjög leikrætt með ýmsa tilburði, en svo bara stóð hann á því sem hann lofaði og hefur náð verðbólgunni niður. Þannig að hann hefur þegar náð árangri þrátt fyrir allir voru á móti honum. Já, og í grunninn sko er þetta mjög svona þetta er svona ákveðin svona Jesúsar mission inn í kerfið með keðjusögina að bjarga í raun og veru fólkinu undan kerfinu. Það er svona í grunninn hugsunin í einhver leiti og skilabóðin og auðvitað þeir sem eru hliðhollir kerfinu þeim þóknast þetta ekki. En þú veist með borgina til dæmis, ég meina þið eru þarna en skilabóð sjálfstæðisflokksins var svo sem aldrei að fara með eins og Milei sagði að fara með keðjusögin í kerfið sko, en enga síður eins og mín upplifun er af borgarkerfinu að mörguleiti þá þarf að fara þarna og sparka upp hurðum og segja bara hérna allir út, þú veist í einhver skilningi. Já, það má alveg segja það vegna að það þarf að stokka upp kerfið er orðið allt stórt og hvernig getum við staðfest það? Það er eina einföld aðferð, það er bara að skoða hvað eru margir starfsmenn per íbúa í Reykjavík til dæmis, með við marga starfsmenn per íbúa í nágrannasveitarfélögunum og þá kemur í ljós að stærsta sveitarfélagi eða langstærsta sveitarfélagi sem á að vera með langhagkvæmustu starfsmenn er með óeðlilega marga starfsmenn með íbúa. Sem ætti að vera komið með stærðarhagkvæmni í staðinn eða öfugt. Já, þannig að þetta er mjög einfalt, þetta er ekki bara skoðun, þetta er bara staðreynd. Já, og ekki bara það heldur er náttúrulega líka sko, og ég hef verið með að átta mig á því sko, hvert umfang þess vanda er, en til dæmis bara svona, þú veist, hjá borginni þá eru augljóslega starfandi bara mjög svona pólitískar einingar, bara svona mannréttindasvið og annað eins sem eru bara með svona sovjaska aparatsik stemningu þar sem þeir að hugsa sko, sem þeir að segja svona er bara hugmyndafræðin hjá borginum, maður finnur það í öllu útgefnu efnum, skólakerfið og það er þessi, þú veist, það er bara þessi vókismi, það er fjölbreyti leiki og alls konar svona einhverjar skrýtna teikningar út allt og svona, það er einhver áferð, það er eitthvað hugmyndafræðilegt yfirbragð sem blasir við mér hjá borginni. Já, borgin á náttúrulega ekki að vera í einhverju trúboði hugmyndafræði. Nei. Hún á náttúrulega bara að sinna þjónustu, þetta er ekki flókið. Og við ætlumst til þess ef við förum til tannlæknis eða eitthvað leys, við séum ekki fá hvað hugmyndafræðilegt trúboð, heldur að þessi bara löguð tönnin
og það kannski það sem vantar að einbyggja sér að því að þjónusta íbúana. Já, og þú veist, og maður veltist fyrir sér líka náttúrulega í sambandi núna við skólakerfis umræðina, þetta hefur náttúrulega verið að forræði borgarinnar og sveitafélaganna almennt. Árangurinn ekki sem skildi og það náttúrulega margir þættir þarna, það mjög erfitt að festa fingur og benda á einn þátt sem veldur þessari hnignun í vitsmunarlífi þjóðarinnar, allavega hjá ungu kynslóðinni og örugglega ekkert síður hjá eldri kynslóðinni líka, sko. En þú veist, hvernig, þú veist, og þetta fylgist með umræðinu, þú veist, þessi menntamála umræða núna að, já, það eru margir þættir í þessu, en ég meina, hvernig blasir þetta við þér svona til að byrja með? Já, það sem áberandi það að þeir sem að kannski að stjórna með einum öðrum hætti, þeir virðast forðast mælingar og nú hef ég til dæmis þurft að glíma við aukakíló og mikilvægasta tækið til að takast á aukakílóinu mér var baðviktin. Já. Fara á viktin á svipuðum tíma og sjá hvort ég hafi þyngst eða lést. Auðvitað gæti ég komið með alls konar afsakanir, alveg eins og hægt að gera í öllu. Já. Og segja, nei, heyrðu, ég borðaði salt eða þú veist, ég svaf illi nótt eða eitthvað, en að meðaltali þá gæti ég algjörlega séð hvort ég var að fitna eða hvort ég var að léttast. Já. Og þegar menn forðast mælikvarðana, forðast mælanlega markmið og telja það í ekki að nota mælingar, en þá náttúrulega eru menn ekki bara á villigötum, þá eru menn beinlínis að forðast hina réttu leið. Já, og það staðan. Ég meina, nú hafa verið fréttir það og þetta svo sem, sko, þetta nokkur ára gömul umræða það, sko, hvort að ég að hvíla við erum með bankaleynd en hvort að ég vera skólaleynd, sko, árangur hvers skóla og samrændaprófin eru aflögð, PISA-kannanir þar birtast okkur ekki niður niðurskiptar niðurstöður eftir skólum og talandi hugmyndafræði, þá þetta réttlegt hugmyndafræðilega vegna þess að þarna þú veist, ef það einhverju jaðarsettir í einhverjum skóla eða hvernig sem það eða svona einhvern veginn, það sagt svona einhvern veginn að þetta myndi íta undir það að fólk myndi þá fara að gera upp á milli skóla, en það alls konar rökfærið fyrir því að það eigi að hafa svona skólaleynd. Já, manni sýnist sko að allar mælingar aðferðina séu gagnrýndar, PISA séu ekki að marka Já, það ekki að marka neitt. Hinlöndin haldi slökunleimundu frá eða samrænduprófin séu gölluð út af einhverju. En ef að svo þá náttúrulega verið eitthvað annað og meðan að ekkert annað þá eigum við að nota það sem við höfum. Og lengi vel var til dæmis lespróf í Reykjavík og við sáum það að lesskilningi og lestri hnignaði meirinn áratug og þá var bara ákveðið að hætta við að nota þetta mælitæki. Já. Þannig að ég held að við getum deilt hvað að, en fyrsta skrefið náttúrulega að hafa mælanlega markmið, hafa sameiginleg markmið, að við séum að fara eitthvert. Já. Því annars vitum við ekki hvert við að fara og svo að mæla það. Já, og svo sko kemur viðskiptaráð segir það sem hefur blasað náttúrulega við mörgum lengi að kennarasambandið komið með mjög sérstakar stöðu. Ég hef ekki alveg sko djúpa þekkingu til að lýsa nákvæmlega hvernig kennarasambandið hegða sér inn í þessu vistkerfi, en ég get alveg séð fyrir mér að þar séu hagsmunir kennarana sem í raun og veru ég finna eðli máls samkvæmt, kennarasambandi, það eru hagsmunir kennarana, svo bara hagsmunir barnanna og þá þarf einhver að standa upp fyrir þeim. Já, kennarasambandi náttúrulega verkalýðsfélag og að berjast fyrir kjörum kennara. Það þá náttúrulega með þann fókus. Foreldrar eru hugsa börnin sín og auðvitað eru kennarar að gera það líka, en ég held að við þurfum náttúrulega fleiri raddir heldur en bara hjá verkalýðsfélagi, þó að það sé skipað mörgu hæfu fólki og svo framvegis. Við þurfum bara að hafa raddirnar allar við borðið. Foreldrum ekki saman börnin sín og raddir foreldrar eiga að heyrast og síðan þurfum við að koma okkur saman bara hvert allum að fara og mér finnst það skorta. Já, og sko, og þannig foreldrar, ég held líka að þú veist, ég var að fjalla það á dögunum sem vekur mikla athygli þegar maður kynnir fyrir fólki bara svona hvað í gangi stundum inn í skólakerfinu í sambandi við til dæmis en að vókisma sko og einhver svona þú veist, að verða að skipa fólk, krökkum í hópa, stelpur og stálk farið hingað og þið ætla að fara að skoða vísindi af því það núna pólitískt æskilegt og strákar hefur verið eftir heima. Foreldrar fyllast, veit ég, vantrausti gagnvart opinbera skólakerfinu þegar þið sjá hvað hugmyndafræði og einhver sturluð hugmyndafræði farin að stýra skólastarfi að einhverju marki, ekki að öllu leyti, en að einhverju marki. Þetta alveg rétt og vantraustið mjög slæmt þegar það grefur undan öllu. En síðan hitt sko skólakerfið, það að mörguleiti upprunnið úr svona frönsku embættismannakerfinu,
fyrir frönsku byltingu en það sem verið að búa til embættismenn og við lærum dönsku og sagnfræði og ýmislegt en verið að undirbúa börnin undir framtíðina. Það eina spurningunum sem við þurfum að svara því að skólakerfið getur tekið börnin 20 ár og hvernig verður Ísland árið 2044 hvernig verður það eftir 20 ár? Árið 2044 þá verður Ísland allt öðruvísi en það í dag og erum við að búa börnin undir það. Geta þau tala skýrt við tölvurnar? Geta þau tjáð hugsun sína með skýrum hætti? Það eitthvað sem við þurfum að gera í síauknum mæli og ég held að við séum ekki undirbúa unga Íslendinga undir breytta framtíð. Nei, og ég viss að við séum ekki gera það vegna þess að, þú veist, síðan ef maður talar við kennarað og segjum, þú veist, talar til dæmis gervigreindina, þá meira tónninn sá allan almennt, auðvitað fullt af, þetta varierar gífurlega mikið og engan veginn að þetta fullir hvernig hópurinn allur að hugsa, en ég myndi segja almenna bylgjan væri þá frekar að hugsa, heyrðu, nú eru komið þetta úrlausnarefni sem í gervigreind, hvernig þetta var tækla það, í stæðin fyrir bara hvernig þetta var beisla það og í raun og veru bara afhenda einum krakka, hverjum einasta krakka bara spjaldtölu í kennslustundinu og bara hjálpast að við að nota gervigreindina til þess að læra Já, og það sem þetta er raun og veru svolítið eins og power tool gervigreindin eins og hún að byrstast okkur núna og næstu árin og þá skiptir svo miklu máli að vera með sjálfstæða hugsun geta nýtt hana með skipulegum hætti taka völdin af gervigreindinni en ekki sogast inn í eitthvað svarthol eða bergmálshelli og við þurfum að kenna börnunum að nota tæknina til þess að búa eitthvað til og geta verið leiðtogar og þetta er stórkostlegt tækifæri ef við nýtum það vegna þess að gervigreindin getur hjálpa okkur að gera hlutina hraðar, betur og meira en þá þurfum við að kunna að nota hana og það held ég skiptir mjög miklu máli fyrir framtíð til dæmis okkar samfélags að við náum að beisla tæknina. Já, drögumst ekki aftur úr og ég held að við getum vel dreigist aftur úr þegar maður hefur heyrt fólk lýsa því sem að reyna að vera með einhverja nýsköpunarlausnir hvort sem það í menntamálum eða heilbrigðismálum, þetta eru svona kerfi sem að hið opinbera hefur algjört ægivald og þar er ekki mikill áhugi á utanaðkomandi svona nýsköpun í raun og veru, utanaðkomandi og einmitt fyrirtækjum þá sem starfa frjálst og sjálfstætt að það er ekki mikill sveigjanleiki í kerfinu til þess að koma inn og í raun og veru trufla það sem í gangi, bara prógrami sem í gangi. Það bara allir með sína vinnu, það bara allir í sínum stöðum, það bara allir að mæta til vinnu á hverjum degi og gera það meira og minna það sama, En ef þú verður komið forrit sem verður að fara að gjörbreyta hegðun fólks, þá bara vilt ekki sjá það, Já, eins og yngsti sonur minn, hann er með mikið verkvit og hann er kannski dæmi einstakling sem passar ekki alveg inn í þetta mót sem er í skólakerfinu. Eitt það sem hún fannst skemmtilegast að gera síðustu ár var að fara á svona róbótanámskeið, bæði svona Lego róbótanámskeið og að búa til róbóta og láta það að gera eitthvað. Það er dæmi eitthvað sem að við mættum alveg bjóða. Já, tímarilegst og ég meina þetta er náttúrulega líka þetta er raun og veru breyting sem að fara að umbylta öllu og er byrjuð að því og fólk að tala bara líka bara í fyrirtækjarekstri að fyrirtæki sem eru 25-30 manns geta bara, ef að þau byrja að stilla sér rétt af, þá þetta komin í 4-5 manns allan í sambærileg þjónustu, Algjörlega, og þetta er stórkostlegt að fá að vera bara til á þessum tíma, þar sem að við erum að sjá kannski stærstu byltingu veraldarsögunar. Við erum að sjá núna tungumálið með ChatGPT og öllu því. Við förum að sjá róbótana, loksins. Við erum náttúrulega búin að bíða eftir þessi áratugi, það hefur aldrei komið en einhverja ryksugur og iðnróbótar. En við munum sjá mjög mikla breytingu þar og síðan kemur svona stafræn líffræði í raun og veru og hún mun hafa kannski mest áhrif á öldinni. Já, og það er alltaf, og þar erum við að tala líka bara það sem hann Ray Kurzweil hefur verið að segja bara þetta augnablik, það sem við fáum eitthvað fyrir og eftir, það sem við annarkvort, og hann segir held ég, gríni ef lifandi eftir 5 ár, þá lifandi eftir 500 ár, skilur að einhvern veginn munum við bara virkilega sjá að því að, hvað er manneskjan, hvað er sáli mín, hvað hún geimt, get ég geimt hann á tölvu, skilur. Já, og margt af þessu hljómar alveg fáránlega og hlægilega eða geðveikislega en það var líka eitthvað sem enginn sá fyrir kannski fyrir 50 árum, mjög fáir, hvað internetið gat gert. Já. Og ég man eftir því þegar að því ég var að vinna í internetmálum mjög snemma, svona 95-96 og þá var þetta
springa út svona meðal almennings að geta til dæmis bara flutt hljóð yfir ljósleiðara. Það þótti kraftverk. Já. Síðan að geta stjórnað karakter í þrívídd. Við gerum það í Ós og sýndum fram á það. Það geta hringt í gegnum internetið. Allt þetta þótti lýgilegt. Já. En í dag er það algjörlega sjálfsagt. Þannig að það sem að þótti kannski ómögulegt þykir sjálfsagt í dag og það sama mun gerast núna með gervigreind. Já, og við getum náttúrulega ekki og það er yfirleitt þannig að við erum að sjá fyrir okkur einhverja ákveðin hluti gerast og svo er það einhverju stóru aðri hluti sem enginn er að pæla í núna sem eru að fara að vera sko, stóru þættinni líklega. Sko. Já, bæði það og svo er það þannig að öll tækni er eiginlega eins og Heinz Tómasósa. Þú tekur túbuna og hristir og þú býst við einhverju miklu og það kemur eiginlega ekki neitt og þá finnst þér ekkert vera að ganga og síðan kemur alveg rosalega mikið og það er það sem gerist. Það er það sem gerist og ég held að eins og ég skil þessa gervigreind og þessi stóru tungumála líkön þá er grunnmunurinn á því og því sem við höfum áður haft og ég meina þessi tækni er búin að vera þróun í sjálfu sér í fleiri áratugi eða svona grunnurinn að henni en munurinn núna er að það hefur bara orðið umbreyting í tæknina þannig að hún er farin að hegða sér eins og manneskja því leitin til að hún bara túlkar heiminn kreatíft, þú getur sagt sama hlutin við hana 4 sinnum og hún segir þér aldrei sama svar, sko. Og það er náttúrulega það sem er eðlisólíkt við þetta af aðra tölvur, sko. Aðra tölvur eru bara forrit, það kemur bara eitthvað svar, en þetta er í rauninu eðlisínu ekki forrit, það er ekki bara forrita, þetta er lífrænni eining, sko. Já, þetta er í rauninu sjálfrit, það er að segja að forritið sem við köllum með það er að móta sér afstöðu, breytum skoðun afla sér upplýsingar sjálfstætt. Við sáum þetta fyrst með tölvunum eins og þegar var verið að keppa fyrst í náttúrulega skák og síðan í Go og fleiri leikjum, Jeopardy og núna í tungumála módelunum að gervigreindin sem byggir á tauganetu núna, hún er bara þannig að þeir sem er að gera hana eða búa til hugbúnaðinn vita ekki nákvæmlega hvernig gervigreindin er að starfa. Og svo er spurning hvort að ég kalli þetta gervigreind því að þetta er ákveðin tegunda greind þannig að þetta eru vitvélar. Já, vitvélar, það er ágætt. Og ég held að þetta er ekki eins og mannsgreind eða hestagreind, en þetta er greind. Já. Og hún er náttúrulega að vaksa mjög hratt og það er erfitt oft fyrir fólk að átta sig á veldisvexti, sérstaklega þegar hann er svona mikill. Og með núverandi hraða þá er ljóst að gervigreindin verður allavega 1000 sinnum öflugri eftir 10 ár og allavega 1.000.000 sinnum öflugri að óbreyttu eftir 20 ár. Hugsanlega hraðar. Já, það er alveg svakalegt, sko. Já, og þess vegna er þetta einstakt því að allar aðrar uppkvötanir eða tæknibreytingar sögulega hafa gerst miklu hægar. Ég vil fara þannig að það voru kynslóðir sem það voru kynslóðaskipti eins og oft er sagt í tækni og öðru en það eru bókstaflega kynslóðaskipti að yngri kynslóðan tók við nýrri tækni, hvort sem það voru kannski plóurinn eða gufuvélinn eða bíllinn eða annað, traktorinn. En núna þá verða kynslóðaskipti, ég geta sagt það, í tækninni bara nokkur ára fresti. Já, og sko þá hugsa maður alltaf að það veit ekki svar við því, sko, en ef maður reyna að spá í spilin það, sko, hvernig samfélag þróast í svona umhverfi. Og margir náttúrulega og ég töluvert velti fyrir mér og fjalla það að margir náttúrulega tala bara allan grunnstruktúr alls út frá þessu, hvernig svona getur truflað til dæmis bara skipulag þjóðríkja bara það að þjóðríki séu til, bara eins og tæknin er orðin núna og tengingarnar er orðnar á milli, þá er þjóðríki ekki jafn augljós niðurstaða og hún var 19. og 20. öld með pressunni og dagblöðum, þá var hægt að halda allir bara í skorðum með því upplýsingakerfi. Nú ertu komið með eitthvað allt annað út af internetinu og síðan út af þessu sem mun segja bara margfaldað einhvern veginn áhrif interneti sem einhverjum skil ekki líka á þessara síðtekningar og ég meina hver veit nema þetta muni valda því að samgöngur muni fara fram með allt öðrum hætti eftir 20 ár, bara þú veist hver veit, ég meina hvort að við munum bara hlæja að því að við höfum þurft að fara á milli landa með skipulögum flugferðum allir saman í rútu, skilur þú veist. Það er svona þetta vekur upp spurningar á næstu 20-50 árum bara einmitt grundvallarbreytingar á öllu sem við getum hugsað okkur og
þú veist, tungumálið, ég held að þetta væri það sem myndi kála íslenski tungu, en núna veit ég að íslensk tunga mun alltaf lifa, þótt ekki sé nema allan að bara þarna inn í þessu kerfi, sko. Já. Þannig að þetta svona, það svo margt í þessu. Já, það eru mikla framfarir í einmitt litlum tungumálum eins og íslensku, eins og ChatGPT náttúrulega hefur bætt sig mjög mikið í íslensku og með samstarfi við Íslendinga og það sem skiptir máli, að við séum að leiðandi, að við séum að berjast fyrir tungumálun okkar samfélagi eins og við viljum hafa það og framtíð barnanna okkar. Það það sem við getum gert. Við getum tekist á við tæknina með því að móta framtíðina, en ef við gerum það ekki, þá náttúrulega lendum við bara undir vagninum. Það bara þannig. Þannig að þetta áskorun, en spennandi áskorun. Og hvernig finnst þér hvernig finnst þér staða íslenskunar, við veltum því fyrir okkur, þú veist, og að því ég veit að þú hefur mætur á tungunni, ég meina, þú veist. Við vorum nokkuð sterk með íslenskuna. Þegar ég var lítill, þá var upp á jólagjöfum mín alltaf bók, eða bækur, og ég fór í bókasafnið og sótti mér stundum þegar ég var krakki 13 bækur eða meira í bókabílinn sem var í Bjárbæ. Þannig að bókin var gríðarlega sterk og tungumáli var gríðarlega sterkt og einu uppáhaldsbókunum mínum hjá ömmu var málsóttabókin, bara að lesa málsáttina. En núna er mikil samkeppni, fyrst náttúrulega kemur sjónvarpið og við lærum ensku þar, af því að við erum ekki að döbba erlenda myndir eins og Evrópubúar. Eitthvað sem gervigreindin mun geta séð fyrir okkur, sko. Já, en við lærðum ensku, taldið út af þetta. En síðan kemur YouTube og TikTok og allt þetta og þá þetta yfirþyrmandi og íslenskan verður hún lendir í mótbyr og síðan fjölgar okkur hratt líka fólk að flytjast til Íslands af mörgum þjóðurnum með margar tungur og það kemur fyrir að í skólanum þá eru íslensku börnin bara að tala ensku. Þannig að íslenskan náttúrulega á undir högg að sækja en ég held einmitt með því að við tölum íslensku og sínum fyrirmynd og að við nýtum tæknin á íslensku að þá stýrum við okkar framtíð og framtíðin, hún svolítið eins og seglbátur, það eru vindar en við þurfum að stýra seglunum þannig við förum í rétt átt. Já, og ég held að einmitt ég bjartist en ég var hérna á sín tíma eða svona fyrir skömmu núna út frá því að ég tel raunverulega að sko eðli tungumála kunnáttu sem ég verulega að fara að breyta sem þú veist, ég ágætur í kannski spænsku og þýsku en að skrifa góðan text á spænsku og þýsku það alltaf önnur spurning og sömuleiðis með ensku nú maður með tæki og ég var að vinna í Þýskalandi núna síðasta ára eitthvað aðeins fyrir þýsku ríkismiðlana og það var ómögulegt annað en að styðjast við aðstoð frá gervigreind. Þú veist, það var bara svo heimskulegt að reyna sjálfur, þú veist, auðvitað og ekkert að því. Nei, auðvitað tekum að textan og lagar hann að því sem maður vill segja og gerir breytingar og svona, en þú veist, og það er það sem er svo áhugavert við þetta gervigreindur augnablik, ef það er eitthvað sem getur þetta betur en þú og er 1 sekúndu að því, á meðan þú værir 8 klukkustundir að því, þá bara náttúrulögmál að fólk mun leiti í þetta. Já, og staðan á gervigreind í dag er svolítið eins og að fara frá skrújárninu yfir í Power Tools eða rafmagnsbúrin. Já. Þú ert fljótari, þú getur gert meira og getur skrúað í harðari vegg og svo framvegis, en þú átt að stjórna. Síðan munum við sjá gervigreindina fara úr því að vera rafmagnsbor yfir að vera hópur eða her af iðnaðarmönnum. Já. Og þá þurfum við að geta stjórnað því og þar kemur inn þessi nauðsyn á að geta tjáð sig, bæði tungumálulega og með skýra hugsun. Já, rétt eins og sko fólk að segja sko að þú veist, núna eru að baki segjum nokkrir áratugir að því að við gerum hluti í tölvum með því að læra tungumál tölvunar. Það er að segja að forritarar hafa á síðustu áratugum bara forritað þá hluti sem þeir gera með því að kunna tungumálið og að núna sé sú öld einhverju leið til liðin vegna þess að tölvan það er farin að geta þýtt okkar tungumál yfir á sitt tungumál, svona í grófum dráttum. Það er að segja ég get sagt núna bara forritað fyrir mig vefsíðu og ég þarf ekkert að kunna að skrifa HTML vefsíðu. Ég þarf bara að vita hvað ég vil, vita hvað ég þarf að leiðrétta hana og þá bara skrifa þetta fyrir mig og það er náttúrulega líka sko bara talandi hugbúnaðarfyrirtæki skilur
að forritar eru farnir að vera 20-falt, 30-falt öflugri og mikilvægari en eða afkasta meiri getum við sagt en þeir voru og já, eins og ég segi, maður er alltaf í framtíða músík sko, hvað mun þetta gera en eitthvað stórkostlega epíst, sumir mjög svartsýnir sumir hata þetta. Já, það verður alltaf verið þannig. Já, þú veist og maður getur alveg skilið hvaðan það kemur, það er alveg eina af þeim niðurstöðum sem maður kemst að ef maður fer að vera bölsýtt sko, en enga á síður þá talaðum líka, þú veist, framfarir að við vorum að tala tunguna, þú veist, til dæmis þarna, af því að ég vinn mikið með texta bara allan daginn og hlutaði ég bara þarna Íslands sagan, ég vil sækja dæmi eitthvað sem hefur verið að gerast og hvernig hefur þetta farið fram hérna áður og ég er að draga einhvern lærdóm að því hvernig hlutinni gerðust hérna áður fyrr og að flytja fólki og maður er bara, þú veist, maður getur gert ýmislegt með því að lesa gamla bækur og eitthvað svona en mér ímyndaður að maður ef við geti verið inn í ChatGPT og sagt bara, getur þú sagt mér allt sem Þórbergur Þórðarson sagði þarna gangstéttir. Einmitt, og það sem gerist er það að í staðinn fyrir að þetta sé svona leitarvél sem að býr til summary eða samantekt að þá er næsta skref að þetta verða í raun og veru umboðsmenn eða agents og þeir í raun og veru eða gerfigreindin, hún tekur að sér verkefni fyrir þig og eins og varðandi forritunina það er ákveðnir þættir sem að gerfigreindin getur forrita fyrir þig en það er ekki gallalaust þannig að sjálfsgagnrýni er eitthvað sem við munum sjá í gerfigreindinni en ef við spólum aðeins tilbaka með tungumálum ég er langar að klára eitt mikilvæg íslenskunar það er lykilatriði og margsannað að til að ná góðum tökum á erlendu tungumáli þá þarftu að kunna vel þitt móðumál og ef við lærum bara svona slatta í íslensku og slatta í ensku þá verðum við náttúrulega aldrei með gott tungumál og þá getum við ekki tjáð okkur almennilega meðal annars gagnvart tölvunum. Þannig að stýrikerfi framtíðarinnar er tungumálið og mörgluti verður að enska en það verður líka íslenska og nú komum við kannski að því að þessi orð í enska og íslenska eru lík, ekki ósekju því að enskan er í raun og veru uppbyrjuna íslenska, það er stuttuorðin eins og bróðir og bróður móður og móðir og svo framvegis og spótn og spún og svo framvegis en við verðum að hafa eitt tungumál sem við kunnum vel. Já og sko Þóran Eldjárn talar að góð og börn eiga að virðast í ensku þá er það sem hann kallar vanefna enska þar að segja þú veist, þú ert ekkit góður í ensku þú kannt eitthvað yfirborðslegt hrafl en málkerfið þitt, forriturinn er kerið frá sko, máltöku skeiði frá þú fæðist, jafnvel áður en þú fæðist þá ertu byrjar að heyra orð það er á íslensku, forritaður á íslensku og það er ekkert sem getur, þú munt aldrei fá sambærlega færni í ensku það er bara nema að segja frá byrjun líka sko. Já, þú ert að varpa á móðumálið og því betri sem þú ert í móðumálinu því betri getur orðið í hinum málunum og þess vegna er ég sko, það sem ég er í raun og veru bjartsýnn með núna er að við höfum þá haft sko eina svona nett katastrófiska kynslóð núna frá sem börnfætt ef við segjum ef ég læti svo ég hafi sloppið við mestu hörmungarnar í enskumálum ég fætti 97 það sem ég fæðist svona 2003-2004 eftir það sem byrjar í raun og veru sem berskjaldar fyrir snjalltækjunum frá 2007, þá byrjar það snjalltækjun byrjar 2007 og þau verða almenn 2013 veist, þá er svona fólk komið með þetta og ömmur og afar 2015 og það er svona líkur þessu ferli sem byrjar 2007 og börn sem eru berskjöldu þú veist, eru 6 ára 2007 sem sagt fætt svona upp úr 2000 þau svona eru sú kynslóð getur við sagt sem hefur orðið hvað berskjölduðust fyrir verulegu ensku ef við kallum það áreiti þú veist, allan að verulegu ensku ílægi inn í máltökunni þeirra þar að segja bara enskan er bara mjög present þannig við segjum það og þú veist ef bjartsýnis punktunum minn væri sá að þetta hafi þá verið einhvers konar þarna undantekningar ástand þar sem að við vorum komið með þessa stafrænu tækni en við vorum ekki fann að geta þýtt hana beint. Þetta var flóðbylgja við gætum þetta í annarri flóðbylgju og það er þegar að gervigreindin verður með agenta eða umboðsmenn sem tala bara ensku og ekki bara það heldur þekkir til dæmis börnin betur heldur en vinirra og betur heldur en foreldrar og getur náð tengslum við þau þannig að við þurfum að vera viðbúin því að næsta bylgja hún verður líka stór og hérna við verðum þá að taka stjórnina en ekki missa hana. Já, en þá er ég svo mikill absolutisti að ég væri svona, já ok, það væri alltaf lægi svo lengi sem vélmennið væri þá að tala íslensku, þú veist, þannig að þú veist, eins mikil áhrif þetta hefur, þú veist, þau eru óhjákvæmileg, en ef það getur
verið mælt jafnvel á gullaldar íslensku ímyndaðu dýrðina ef að börn ælust upp við einmitt slíkan agent, slíkan fulltrúa og það mun gerast og það mun gerast og ég meina eins og ég segi eftir mögulega 5 ár, ég veit ekki kannski 5 ár, þá ætti maður að vera með sömur farnar að framlega það tæki sem heitir Rabbit sem svona sérstaklega bara svona lítill plastkassi og þá það þinn agent í staðan fyrir að hafa þetta inn í símanum, ég tel þetta verði inn í símanum eða einhvern veginn tengt við síman en þú veist, það útfærsluatriði en þú veist, að ég þá vakna og hann að segja, já, þú manst að þú verður eiginlega að svara þessum í dag, það eru 4 dagar síðan að senda þetta einfalt svar, ég get bara sami einfalt svar fyrir þig, þannig að ef ekki bara segja við hann að við ætlum að bíða þess með þetta þú veist, þessi þjónusta væri svo kærkomin fyrir mann, þegar maður að fresta öllu og maður þú veist, alls konar svona myndi gera alla að svo margfalt betri manneskjum og þarna skiptir svo miklu máli að við stjórnum þróuninni, bæði að tæknin virki og hún afleiði ekki börn til dæmis og sé jákvæð og uppbyggjandi. Ég held að eitt af stærsta sem við erum að fást við líka andlega líðan og tæknin getur bæði látið okkur líða illa og látið okkur líða vel. Þannig að við þurfum bara að nýta hana rétt og vera óhrætt að takast á hana áður en að hún skollin á. Já, ég held að og en ég meina eins og segi, ég hef ágjör af því að hefur opinbera getið að þar geti sá hoggið sem hlífa skildi, þar að segja að til dæmis bara það að ég held að það hafi verið samþykkt þingsályktun að því að vera að tala um þessar bækur inn í þessu GPT það er náttúrulega mikilsvægt hagsmunamál upplýsingarnir sem við fáum þarna eru mjög takmarkaðar okkar sjálf og okkar sögu að því að tæki hefur bara ekki aðgang að betri korpus, það er bara, þú veist, tæki getur ekki flett upp hlutum, það fær kannski vísindavefin eða eitthvað hrafla á Wikipedia eða eitthvað slíkt, en við erum með landsbókasafn, við erum með allar upplýsingunar, það er bara ákveðin kjarnorku eining af upplýsingum fyrir okkur en, ég meina, það var samþykkt til þingsályktun til að 2018 ég held að hann hafi verið samþykkt að stafrænu væða bara prentmál frá Íslandi, íslensk prentmál frá upphafi allan svona að því marki sem einhvern veginn þykir skynsalegt og bara að í grunninn móka öllu inn á stafrænt form og ég meina, ef við værum búin að gera það þá væri alltaf hægur leikur að koma þessu síðan inn í einhver módel ef við værum með textan stafrænt í staðinn bara flesta bækurnar ekki skannaðar það er bara að liggja þarna líkamlega og þú veist, það er bara vinnan sem tekur að einhvern veginn fletta sig gegnum það og veltaði fyrir sér bara margföld á við það sem hún þyrfti að vera samþykkt þingsályktun til að það eru umsagnir, landsbókasafn segir þarna rithöfundasambandið svona, heyrðu, við verðum svolítið að skilgreina nákvæmlega hvernig við viljum hafa þetta, þið verða að vera svolítið skýr með það og hvernig höfundaréttur virkar og annað eins og sömulegis félag íslenska bókaútgáfanda, eitthvað svipað, þú veist, en engar svona alvarlega mótbárur, ekkert svona nei, skilurðu, þannig að í eðlu árferði og í eðlu umhverfi og ef að ég hefði verið forsætisráðherra þarna, þá hefði ég sagt bara þetta var að gerast núna, skilurðu, þetta bara setið bara margt annað á hold, bara gerast núna en í staðan gerist ekki neitt og við sitjum upp með það að þessi tækni er komin og við höfum ekki upplýsingar um íslensku af því að bara eitthvað bara varð latur og þetta hætti að gerast sko. Já, það þarf að fæða algrímið eins og sagt og það hefur náttúrulega bestan aðgang að ensku og þess vegna er enskan áfram að rísa í heiminum og hættulegt skilur upp á þjóðarsjálfmyndur okkar hver ætlar að gefa okkur upplýsingar um okkur sjálf? En við þurfum að leiða það, skilur. Engin annar. Já. Það er bara í okkar höndum og við þurfum að gera það bæði varðandi bækurnar, varðandi tímaritin, tímarit.is er mjög góður vefur. Ímynda hvað er hægt að gera þar, ég er að hugsa út í það líka, það er frábært. Og svo eru til hljóðrit, eins og til dæmis hjá Ríkisútvarpinu, sem hægt er að nota miklu meira, sem eru náttúrulega upptökur í áratugi. Það er alltaf þjóðar skandall hver aðgengið að því er lítið og takmarkað. Já, það þarf að sækjum að tekur tíma, þú getur fengið upptökurnar en það er ekki aðgengilegt eins og margt annað. Já, en ég er að segja bara, akkur geti ekki bara farin á rúf.is og bara gamli rúf og bara fundið allt sem ég vil og bara fréttatíma frá hverjum einasta degi sem ég eru sýnist frá því þið byrjuðu, sko. En í staðinn er þetta einhvern veginn, maður sendir eitthvað tölvupóst og þá bara, já, hérna 5.900 kall vill stíga fæti inn í bygginguna, skilur, og þá get ég farið með niður ykkur hvelfingar. Það er bara, þjónustustíðið er alveg grátlega lélegt. Og líka að efla í raun og gervigerindinu með því að gefinni aðgang að þessum upptökum. Það er mjög mikilvægt. En þetta er allt saman atriði sem við ættum sem þjóð að vera að taka miklu fastar á. Já, alveg tvímælalaust, sko. Pólitíkin, hvernig blasir hún við þér? Pólitíkin á Íslandi? Já, það er svona þessi skrýtna ríkisstjórn sem að er búin að vera mjög þaulsetinn og
má segja að hafi verið svona skipuð óbreytt ástand. Það svolítið, hún var samsett af pólum og engin af flokkunum að uppskera neitt úr því. Þeir mælast allir lágt. Já, það að segja að þetta hefur ekki verið að hafa jákvæð áhrif á neitt. Nei, það tapa allir, hvort sem það Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur eða VG. Þeir eru allir miklu lægri heldur en hafa verið, mér líkur við að segja nokkur sinni. Já. Nú, hættan við svona breiða þjóðarstjórn eða þar sem eru svona ólíki pólar það að annars vera menn ná ekki saman einhverja breytingar. Þannig að það verður ákveðin stöðnun og þetta eru mörg ár. Og svo hitt að menn fara í einhver hrossakaup. Ég fæ þetta ef þú fær hitt og það á endanum kostar greiðlega mikið og við höfum séð að ríkissjóður hefur verið ekki með halla, auðvitað hafa komið fyrir COVID og eldsumbrot og svona með þess en við sjáum að það er hallarekstur í góðæri og núna hækka vextir og þá eru þetta dýrara þannig að þetta er ekki sjálfbær rekstur. Og hvað þarna, að því að sko, þetta er eitthvað sem er alltaf sagt og þetta líka fyrir að rekstur er ekki sjálfbær hefur ekki verið langt skeið. Já. Og svo gerir fólk lítið úr alvarleika þess máls en hversu alvarlegt það? Þetta er sko þannig að ef að ríkið og eins og þetta segir Reykjavíkurborg eru fjárvana og eru að sækjast eftir 100 milljarða eins og eru núna bara á næsta árinu. Í lán? Já, í lán út af markaðin. Að þá er eftirspurn eftir peningum og það þrýstir vöxtum upp. Þegar menn er að tala vaxtastigið þá hefur það náttúrulega áhrif þegar að ríkið og Reykjavíkurborg eru að sækjast eftir lánum allstaðar. Reykjavíkurborg með yfirdrátt í öllum bönkum og ríkissjóður er að sækja alveg gríðarlega með stutla víxla og þetta hækkar vexti. Því vextir eru bara verðið á peningum og ef að hið opinbera er alltaf reykjum halla og er að sækjast eftir fjármunum að þá hækkar að verðið á peningum. En nú er ég ekki að sjá að stjórnarandstaðan endilega sé að boða einhvern betri rekstur því að það virðist nú vera svona vinsælt eiginlega yfirboð í öllum í útgjöldum. Já, útgjöldum. En það mætti bara minnka báknið. Við erum ekki fjölmenn þjóð. Við erum náttúrulega innan við 400.000 eins og komið ljós þegar við vorum endurtalin að einhverju leyti. Já, þau getur ekki eins og tali. Nei, eins og einn íslenskur stjórnmálmaður sagði við kínverska forsetann þegar hann spurði hvað Íslendingar verður margir, já, undir 1 milljón, því að hann fannst óþægilegt að nota 100.000. Eitthvað þar undir. En við erum að undirgangast alls konar alþjóðlegar skuldbindingar og bætum betur og við erum með stofnanavæðingu á öllum sviðum. Það er allt stofnanavætt og stjórnmálastéttin hefur verið stofnanavætt því að hún er með ríkistyrki. Já, mannréttindastofnun og svo er það ríkistyrkin stjórnmálaflokka sem eru mestir til Sjálfstæðisflokksins auðvitað hafa sópað til sín fleiri 100 milljónum og milljörðum á síðustu árum. Já, það er náttúrulega bara þá með við hlutfallslegt, en Nei, þar ætti flokkurinn að segja hingað ekki lengra, nú breytum við þessu og gerum það og svo þeir tala fyrir Sjálfstæðisflokksins hvað þeir vilja gera, en svo gera þeir ekki neitt. Já, þetta ríkisstjórnarmönstur er náttúrulega svona sjálfvelda. En ég myndi segja bara almennt þá er bara stofnanavæðingin á Íslandi, hún er bara komin út í öfgar. Já, sko og það er líka vanmetið hvaða áhrif það hefur á andlegt vitsmunarlíf og athafna frelsi og annað á þjóðina þegar opinbera kerfið er orðið það umfangsmikið að það liggur á þjóðinni bara eins og mara og það er allt þarna, það er allt bannað nema það sé sérstaklega leyft. Já, svo er það. Og sömuleiðis þetta er líka stemningin líka bara innan Evrópusambandsins bara að það er bara þeir stæra sig að þeir vera heimsmyndhafar í að banna hluti og regluvæða þá og sumir bara hreinlega elska þetta að bara fleiri dómarar en leikmenn að bara, þú veist en að þú nefnir Evrópu af því að þar hefur hagvöxtur verið mjög lítill og Bandaríkin og Evrópa voru álíka stór hérna fyrir ekki löngu síðan en Bandaríkin hafa farið langt fram úr Evrópu í hagvexti. Hvað stendur Evrópa fyrir? Auðvitað er hún vinsæll ferðamannastaður en er hún með tæknifyrirtæki? Nei, þau er ekki og frægasta tæknifyrirtækið var eiginlega Wirecard sem var bara della. Fór eins og það fór. Já, og stærsta fyrirtæki í Evrópu, lengi vel hefur verið Louis Vuitton sem að framleiði töskur. Mér finnst það ekki beint svona spennandi framtíð. Og svo núna komið meðrunarlyf frá Danmörku. En sko við erum ekki að sjá framfara
það ekkert SpaceX í Evrópu. Nei. Það ekkert Google. Og svo framvegis. En Evrópa náði að gera eitt varandi gervigreind og manstu hvað það var? Já, var ekki bara að setja flottstu reglurnar? Jú, að setja reglugerð. Já, stoppa þetta í fæðingu bara helst. Já, og gera reglugerð sem var stífari heldur en aðrir. Já. En auðvitað, ef þú ætlar að passa gervigreindina, þá var náttúrulega að gera reglugerð þar sem að gervigreindarfyrirtækin eru. Já. En Evrópa hefði haft gott að því að stofna, eða vera með hlúað tækniverðingum. Nei, og sko, og svo spyrir maður sko, ok, Bandaríkjamenn eru með fleiri risa á þessu sviði. En það ekki þannig að sko menntunarstigi þar hafi skorið úr að svo hafi orðið. Nei, neitt slíkt. Það bara tækifærin. Það bara tækifærin og umhverfið og svo umgjörð. Já, og eitt af því sem skapar tækifærin í Bandaríkjunum það að Silicon Valley og Kísidalur og umhverfið í Bandaríkjunum þannig að mennum leyfist að gera mistök. Já. Það Edison sagt að hann hafi verið 12.000 sinnum að prófa hvað geti virkað sem ljósabera. Já. Það þýðir að 11.999 mistök áttu sér stað og til að búa til fyrirtæki sem ganga upp í Kísidal þá þarf 20.000 af fyrirtækjum sem mistakast. Já. Og í Evrópa hún hefur ekki búið til þetta umhverfið. Þú þarft að búa til gróðurhús þar sem þú prófar einhverja hluti, sumt, vex og annað ekki. Já. Og til eru fræ. Já, til eru fræ og ég held að sé þarna, ég held að og ef maður bölsýn þá ástand Evrópu miklu alvarlegra en við áttum okkur eða svona en almenn umræða gefur til kynna getur við sagt. Og við erum bara búin að dragast aftur úr bara Þýskaland, Þýska efnahagsundrið. Ekki við, en Evrópa, meginlandið. Það hefur verið meiri vöxtur hér. Og við erum sko en enga síðu þá hefur ekki verið framleiðni vöxtur á Íslandi í 3-4 ár. Það alveg rétt að framleiðni vöxtur hefur verið skelfilega lítill. En við höfum haft einhverja þenslu til að vinna með og fjármagn til þess að úr að móða. Sko, hagvöxtur hefur verið drifin meira af fólksfjölgun heldur en framleiðni. Það alveg hárrétt. Sem ekki gott, sem bara mjög slæmt. Já, og við tala svolítið við rík og þess vegna megum við eyða í dellu. Já. En það nú einmitt þannig sem að við verðum fátæk. Já, og sko, maður velti fyrir sér sko líka bara Ísland sko sem gróðurhús, ef við gætum ef við hefðum að raunverulegan metnaði innan pólitíkurinnar til þess að sko nota Ísland sem bara, segja bara þessi fyrirtæki, bara koma hingað og gerum þessar tilraunir og bara gerum eitthvað fyndið, við erum nóg að plassi og mikið af auðlindum eða hvernig það og orku og öðru einskilur, en í staðin eru til dæmis og sitt sýnist hverjum Bitcoin og svona, en þú veist, í staðin bara umræðan þar bara forsætisráðherra fyrir viðtalið Financial Times og eina sem henni dettur í huga að segja hvað hún ætlar að slökkva á Bitcoin greftri á Íslandi. Já, það einmitt þarna verið að finna að hlutunum í staðin fyrir en bara nýli dæmi svo Kertis, briljant dæmi, sína að það hægt að búa til mikið og íslensku sjávarútvegur bara mjög þróaður vegna þess að hann fékk að þróast. Hann fór úr því að vera ríkistyrtur yfir að vera sjálfstæður og upp úr honum kom Marel, upp úr honum kemur líka Kertis og nýtingin betri þar sko, vegna þess að ríkistyrkjamódeli það ekki leiðin fram á við. Sú leiður okkur ekki til hérna framfara, menn þurfa að fá að prófa og ég held við getum gert miklu meira. Já, og ríkistyrkja leiðin líka sko, þetta að mörgu leyti mjög rótgróið í mikilvægustu stjórnmálaflokkum landsins að í raun og veru að ríkið hafi til dæmis hlutverki að gegna í að veita atvinnu. Já, ég held að Ronald Reagan hafi sagt að 11 hættulegust orðin í ensku væru I am from the government and I'm here to help. Já, þú veist, og það náttúrulega það sem ég af mörgu leyti, sko, ég sem var sögulega að segja hefur verið vinstri sinnaður, sko, þó að það hefur kannski breyst töluvert á síðustu árum, þá var það svo trú sem kneri mann áfram í því sko, eða knúði mann áfram í því þarna, þar að segja maður heldur það þegar maður þessa þú veist, þegar maður hugsa svona að ríki sé komið til að hjálpa og að það hafi þann eina ásetning að hjálpa, en síðan svarta pillan að gleypa þann sannleik að mögulega ríkið bara skeppna með sjálfstæða hagsmuni og að kúga þig. Já, og allir styrkir eru þannig að það þarf að borga þá og annarkvort með skatti eða með skuldum. Já. Og
hið opinbera hefur náttúrulega verið að taka mikið að lánum og það þarf að borga þau sennilega einhvern tímann seinna. Já. En hérna, málið það sko að hérna, ég var líka ungur maður og hérna, ég myndi ekki segja að ég hafi verið vinstrisinnaður, ég var svona anarkisti. Já. Ég var alltaf á móti stjórnvaldi. Fannst það hérna, ekki mjög spennandi og ég myndi halda að ég haldi mig bara við þá skoðun að ég trúi á einstaklingin, hvort sem það rithöfundur, málari eins og í þessu húsi. Já. eða uppfinningamaður. Það hann maðurinn, hvort sem það kallaði kona, sem að vélinn til framtíðar. Og þess vegna að við vorum að ræða skólakerfi og gerfugrindina, þurfum við að búa til gróðurhús, þar sem að fræin okkar vaksa og fá að vera hvað sem þau vilja. Þau geta verið kaktusar eða tómatar, en þau þurfum að fá að vaksa. Og því leitiðu til þá setur þú ekki þessa neikvæðu hleðslu sem sett í orðin einstaklingshyggja? Einstaklingshyggja bara jákvæð hugsun vegna þess að við erum einstaklingar. Það oft talað hópa og það einhver meðaltölu svo framvegis, en það engin meðaltal. Já, og það engin hópur? Nei, í raun og veru ekki. Nei, þarna, já, ég meina, og við erum þess vegna velta maður fyrir sig eins og við erum náttúrulega á örmarkaði, þannig að við erum með svo skrítin lögmál, eins og bara til þess með rithöfundana. Þeir eru náttúrulega ekki sjálfstæðir í einhvern skilningi á Íslandi, eða þess að þeir eru fastir í listamannaleiðnakerfinu. Sumir eru reynda búin að hasla sér völl erlendis og hafa náð að selja bækur. Það eru nokkur sem hafa náð ótrúlega árangri. Já, en svona öðru leyti þegar kemur að til dæmis og líka þú talar bara umhverju einhver svona intellektualism á Íslandi, þá ekki eftir miklu að slægjast fyrir einhvern vitsmunamann sem vill skrifa á fjallum hlutina í opinbera kerfinu, vegna þess að það ekki eftirspurn eftir til dæmis hægri hugsun, en við erum með ríkislistakerfi, þar sem að listamönnum haldið uppi og ég veit frá listamönnum sem eru innan þess kerfis að þar þrýstingur á að tala með ákveðnum hætti og þú ert brennimertur ef að þú ferð að virkilega óhlýðnast hugmyndafræðilega. Já, og það náttúrulega skelfilegt að listamenn upplifi sig undir slíkir pressu. Því að það nú ekkert annað ritskoðun. Já, að því að listamæðurinn á alltaf að upplifa pressu og árásir. Það bara hluti af þessu. En ef að þær eru kúandi, þar að segja að það einhver með örlöðin í höndunum og hann hefur eitthvað á þig, þá þetta fyrst orðið eitrað. Já, allt þetta vel meint, ritskoðunum líka. Já. En hún hættuleg. Já, og það einmitt talandi Evrópu og þar mikil undiralda í því að það þurfa að verja fólk frá ákveðnu umræðu, ákveðnu orðræðu og að þar gegni hið opinbera vald miklu hlutverki til dæmis í þessum digital löggjöfum öllum að hið opinbera á bara hreinlega að hafa aðgang að þessum vettvöngum, félagsmiðlunum og á að geta það sem Evrópusambandið vill, bara á að geta slökkt á ákveðnum upplýsingum ef það eru skaðlegar, nógu skaðlegar. Svo hefur við lesið náttúrulega bækur eins og 1984 dystopíu þar sem að þið opinbera að stjórnöldu og við sjáum alveg hliðstæður. Nei, hliðstæður, þetta alveg óþægilega líkt og klísjan að vísa í 1984 og maður gerir það bara óhjákvæmilega þess að þetta bara of líkt og ótrúlegt einhvern veginn Orwell tókst að setja þetta saman með þessum hætti og öll þessi hugtök eins og bara Newspeak og að eyða sögunni og nei, við höfum alltaf verið í stríði hennan. Þetta verður alltaf verið óvinnur okkar, þú veist, alls konar svona... Já, við sjáum að vestræn ríki sérstaklega að reyna að eyða sinni sögu. Já. Og það held ég að geta aldrei verið gott. Ég held að við ættum alltaf að kannastu okkar sögu, ekki að breytinni eða reyna að fela hana eða svoleiðis. Við eigum bara að skilja hana. Þetta breytast tímanir og við skiljum atburðum með öðrum hætti. En við eigum ekki að breyta sögunni og svo líka annað að það virðist vera að vestræn menning hafi svona mikið samviskubit. Já, kannski það einhver hluta kristninni að við teljum okkur bera syndir heimsins á herðum okkar og við sjáum þetta sem loftslagsmálum að við erum að reyna að ganga mjög langt á sama tíma og þeir sem eru lang umsvifamestir í losun og mengun ekki með svona mikið samviskubit. Nei, og við álösum þá heldur ekki að því að þeir eru í raun og veru kúaðir hvað sem þannig að þeir mega bara menga eins og við vilja Já, og svo ætlum við að bjarga heiminum. Já, og svo ætlum við að sjá að bjarga heiminum með því að tortíma haggerum okkar og
Ísland ætlar að minnka losun hlutfallslega jafn mikið og önnur ríki sem eru samt í allt annari stöðu. Já, og við gleymum með þar fortíðin okkar Já. og bókstaflega strikuðum yfir öll orkuskiptin í hitaveitu og svo framvegis eins og þau var ekki til. Nei og sko, ég meina ég sá bara hreinlega einhvern tala daginn að það hafi verið problematískt að vesturfarnir hafi farið vestur að þeir fóru á lönd þannig frumbyggjana. Öll tilhneigingin svo og ég get ímyndað mér að miklu leyti, ég veit að það er þannig í háskólum, ég veit ekki hvernig söguskoðunin eða svona stemningin inn í yngri stigum hvort það er í framhaldsskóla eða grunnskóla, þá grunn skilabóðin til krakkana að við séum búin að vera svolítið vond og við eigum svolítið að skammast okkur fyrir alla söguna. Við erum þessi hvíti yfirbörða kynstofn sem við valda yfir alla og hefur þessa sögulegu stóru sekt á herðunum og hann þarf í raun að því að sko, ef þú fellst að þessa sekt þá eins gott að vera í ævinni í að bæta fyrir það. Já, svo svolítið sérstætt sko að þessi orðræða sem er vissulega til hún byggir á því að Evrópa og Vesturlönd og hvítir menn séu í yfirbörðastöðu. Það er ágætt að rifja þau upp að Evrópa 5% heimsins, það segja mannfjölda. Já. En hún hegðar sér eins og hún sé bara að bera heiminn á herðum sér. Já. Atlas mættur. Einmitt. En þetta bara ekki þannig. Fjölmennustu þjóðirnar eru í Asíu og mannfjölgunin mest í Afríku. Evrópa hún ætti raun og vera að áhyggjur af fólksfækkun. Já, sem hún hefur ekki. Já, og stöðnun. Já. Og í staðin fyrir að halda að hún geti bjargað heiminum. Þetta er náttúrulega ákveðin messiasar komplex að halda að Evrópa geti bjargað losun Asíu. Sem einmitt svo, og líka einmitt þegar við talum fólksfækkun sko, sem svo viðvörunarmerkin eru fyrir hendi bara að siðmenning okkar sé viðkvæmri stöðu í einhverjum skilningi. Já, hún er það. Og í staðin fyrir að horfast í augu að segja verðum að spýta í lófan og mynda svolítið stemningu hjá okkur að við ætlum að sækja fram og vera öflug skilu, þá það einmitt bara nei, við þurfum að halda fram bæta fyrir syndir okkar, við erum svo vond. Já, ef að Evrópumönnum og Íslendingum alvara það að við höfum gildi sem séu góð og eiga erindi við heiminn, að þá þurfum við náttúrulega að passa það að við verðum til eftir 50 ár. Já, það er sannarlega þannig. Sko, fáum okkur meira kaffi og höldum síðan aðeins áfram. Já, þetta Eyþór Arnalds, við erum að ræða alvöru hlutina og þetta rétt að byrja en áður en við höldum mikið lengra þá ætla ég að nefna það í framhjálaupi að fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Þorgrímsson. Ef þú ert í framkvæmdum, ef þú ert að gera eitthvað heima, ef þú ert að gera eitthvað í skrifstofuhúsnæði, allt sniðugt efni, korkur, panelar, eitthvað gólfefni, eitthvað á veggina, eitthvað að bæta hljóðuvist í rýminu. Allt svona, þú verður að kaupa það Þorgrímsson. Þetta fólk með alvöru reynslu í að gera alvöru góða hluti með gæðaefni á góðu verði. Ekki bara þessar hefðbundu verslanir, kaupa bara eitthvað drasl. Alvöru gæðaefni, það er Þorgrímsson. Annað, myntkaup. Kryptó og Bitcoin að fara aftur upp, Bitcoin að fara aftur upp, alls konar rafmyntir að fara aftur upp, sé ég á miðlunum. Fólk að hugsa þetta, ef fólk vill fara inn í hennar eignaflokka á Íslandi, þá mæli ég með því að gera það gegnum myntkaup.is. Ég segi stundum örugga einfalda leiðin til að kaupa rafmyntir á Íslandi. Vottaðir að fjármálaeftirlitinu með meiru. Þú ábyrgist auðvitað þínar eigin fjárfestingar, en ef þú ætlar að ráðast í þær, þá myndi ég skoða myntkaup. Önnur stutttilkynning áður en við höldum áfram með viðtal við Eyþór Arnalds. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Já, hann vissi sko, hann skildi. Já, hann skildi eitthvað. Það búið miskilja hann hins vegar oft. Já, hann hefur verið mikið miskilinn sko. Já, hann hefur vinsælt að miskilinn. En Nietzsche sko, það sem ég hrifin af þessa dagana hjá honum sko, og nú voru byrjar aftur við viljum, þannig sko meðal annars þetta hugtakum sko, hann gerir greinamun á höfðingja siðferði og þræla siðferði. Og í grunninn það mjög tengt því sem við erum að tala sko, að því að höfðingja, hann segir að sko að rætur að þannig að kristina menningar séu runnar svolítið undan þessu siðferði þrælsins, þar sé að þrællin hann upphefur, að sælir eru fátækir og þarna henni síðustu verða fyrstir og svo framvegis þessi öfumæli öll í grunninn í einhverjum skilningi að sko það sé göfugt að vera veikburða og það sé göfugt að bjóða hina kinnina og láta undan og í raun og veru víkja og það
segir Nietzsche að eigi rætur í siðferði þrælsins sem hann býr til heimsmynd þar sem hann réttlætir örlög sín. Það er að segja, sko, svona réttlætir hann bá lífskjör sín og það sem hann gerir að hann byrjar að hatast út í höfðingjan sem að biðst ekki afsökunar á neinu, gæti bara sinna hagsmuna grímulaust og í raun og veru bara miklast á ágæti sínu, þú veist, það er það sem höfðingin gerir og þrællin fyllist það sem Nietzsche segir að sé þetta resentiment, sko, þessi andstigð á öllu sem stertir, upplugt er og gæti sinna hagsmuna og það er akkurat, þetta er rótin af því sem við erum að tala um líka í þessari meginströms vestrænu hugsun að það er eitthvað slæmt við að vera sterkur og góður og góður, sko, það er einmitt í þræla seifrinu og höfðingjaseifrinu, sko, Nietzsche segir, sko, að það sem segir hann handan góðs og ills, það heitir einn bókina, sko, hann segir, sko, ég spyr ekki hvort þú sett góður eða illur, ég spyr hvort þú sett góður eða slæmur, þess að góður eða lélegur, en þrællin segir alltaf góður eða illur, það er þetta siðferðis inntak í öllu, sko, góður með einhvern eða vondur með einhvern, en þú áttir bara að spyrja hvort þetta með góða framistöðu eða ekki, sko, það er það sem er svo áhugaverð munur. Já, þetta er góða punktur og þetta er, sko, kristnin og öll trúarbrögð full af andstæðum. Það sem ég veist gott við kristina er kannski fyrirgefningin. Fyrirgefningin er uppgötun, það er að segja að það er nýjung í kristinni. Þú sér ekki mikla fyrirgefningu í Gamla testamentinu og í mörgum öðrum trúarbrögðum sér það ekki fyrirgefningu og í íslensku trúarbrögðum Íslendinga til forna, það var ekki mikið fyrirgefning. Andstæðan við það, sko. Nei, það var andstæðan akkurat og það var skylda að hefna. Já. Og það er ennþá skylda að hefna sumstaðar í heiminum og þannig að þú átt að hefna. En það er bannað að hefna á Íslandi og mér sé sjálfsvörn mjög takmörkuð á Íslandi og fyrirgefningin að fyrirgefa er mjög góð uppgötvun vegna þess að hún bæði líkur máli og hún líka léttir á sálinni. En það sem þú ert að tala um er að í þessari orðræðu þá felast andstæður og kristnin hefur farið náttúrulega marga króka leiðir, sko, spænski rannsóknarritturinn og alls konar furðulega sem átti að geta skilt við Jesú Krist. Nei. Og við sjáum líka að þessar andstæður geta orðið einmitt til þess að búa til deilur og hnignun. Já, og hnignun, sko, að það er áhugaverð í þess að, sko, sá hópur sem hatast hvað mest út í kristin trúarbrögð er, ef við segjum bara wokeismin sem eining, ef við tökum það bara þannig og það er líka svolítið hálft hugtak hvað er woke og hvað er ekki, en ef þú segir bara þessi, já, notum bara það orð, wokeisman, þá sko er hann svo trúarlega hugmyndafræði nútímans sem svipar hvað mest til kristina trúar, það er að segja tekur ákveðna handvalda þætti úr henni sem er einmitt þetta, henni síðustu vera fyrstir, það er göfugt að vera jaðarsettur, þá ertu að upphefja þig og tilbyðja þig í raun og veru, þú ert jaðarsettur út veikur, út svo framvegis. Og sem er auðvitað í grunninn gott eða svona, ef við hugsaðum svona hvað er gott sem manneskja, það hefur gott siðferðislegt inntak þannig séð, en öllum að ofgera. Við höfum oft séð trúarbrögð fara inn á hugmyndafræðilega efnislega brautir með mjög slæmum árangri. Já, árangri. Og við höfum séð, sko, hugmyndafræði úr jafnvel búddisma var yfir í kommunisma eins og rauðu khmerarnir með skelfilegum afleiðingum og ég held bara að þegar að menn fara í að reyna að breyta heiminum með ægivaldi án þess að hafa réttarkerfi eða einhverja stofnanir sem að réttlæta refsingar að þá endar þetta alltaf illa og það sem við sáum með Vogue og líka með MeToo er að þetta fór fyrir borð, þetta fór á langt og sem er mjög dapurlegt af því að þetta var nú allt saman voðalega vel meint en þetta fer út í öfgar og rökhugsuninni er hafnað og réttarkerfin er hafnað og þá lendum við í þessum ásökunum við höfum séð þetta líka gegnum tíðina hvort sem er galdarabrennur eða McCarthyismin bara sambarlegt já, að þar er ekki lengur réttarkerfi og
og upprópunar þær ráða. Já, og sko ef maður hugsa sönnunarfærsluna sem svona mjög mjög áhugavert fyrirbæri. Grundvallaratriði í okkar samfélagi. Já, en nýtt að nálinni að það sé borin svo mikil virðing í raun og veru fyrir sönnunarfærslunni. Já, en mikið baráttumál borgarana gagnvart kóngunum. Þegar kóngarnir sem ríkti í Evrópu til dæmis, þeir voru ekkit spenntir fyrir því að menn hefðu verjendur og svo framvegis. Nei, og það eðli máls samkvæmt sko að eðli máls samkvæmt eftir þú býrð ekki í lýðræðisríki hvernig sem þú ert ekki jafn fyrir kerfinu og okkur annar sko. Við búum í réttaríki. Já, og það sem svo áhugavert við sko þarna því að eins og mér skilst að þessi galdraöld hafi verið og ég veit nú ekki nægilega mikið það en sko maður hefur séð og lesið eins þetta. Ég ekki sérfræðingur, ég segi bara ég ekki sérfræðingur en þess að faðir minni það mikil sérfræðingur í galdraöld að ég er alltaf að reyna að fá hann til þess að draga fram einhverja hliðstæði sko milli þeirra tíma og okkar tíma. En það sem hægt að fallast á hliðstæðinu galdraöld þegar við vorum hérna 17. öld þegar þú var sakaður galdur, svarta galdur og einhvers konar andkristilegt athæfi í þínum hugarheimi eða með því að drepa beljur á næsta bæ eða hvernig það skilur. Það var galdur, það var ásökunin og það var einmitt lykilatriði að þessi ásökun það var hægt að klína þessu svona á þig bara að segja það einhver galdur og svo varst þú að sanna sakleysið þitt sem andstæðan við réttarkerfið en þetta loðir við þig þú mátt bara klína þessu svona á þig og þetta bara þarna og þú getur kannski hvorki afsannað né sannað heimurinn getur ekki afsannað eða sannað en þetta bara þessu klínt á þig og það það sem svo líkt með þessu núna að ef einhver segja hann búin að eitthvað smá skrítin við einmitt konur eða eitthvað það eitthvað svona bara láta þar við sitja þú ert ekki einu svona að segja að sjálfur þú getur sagt ég hef heyrt ég búin að heyra það og bara ég sérlega ekki dýrin að ég keypti og sko ég held að þessir hugmyndaströmmar sé að róast vegna þess að fólk fann að þetta var eitthvað eins og mikið að gera hlutir upp með þessum hætti það alltaf sama sagan hvað sem það franska byltingin eða galdraásögnunar eða makartísmin þetta byrjar og vex og verður síðan misnotað og fólk á endanum sér í gegnum misnotkun en sko það kemur aftur og aftur en þetta var gríðarlega stór bylgja og það merkilegt sko þegar hún var að rísa bylgjan þá átti maður að segja á því hvað hún var stórin í til dæmis skólunum í heiminum og fyrirtækjunum og Day sem svona hluti af dygðahyggju eða dygðaskreitingum það að segja diversity, equity, inclusion þetta svona hugmyndafræðilegur frasaheimur sem allir eiga að ganga út frá var innleitur inn í bæði fyrirtæki eins og þess Boeing, Microsoft umfram til dæmis atriðins og öryggi það að segja eins og Boeing og Microsoft voru alltaf með öryggi sérstaklega Boeing alltaf öryggi en þá var hitt orðið mikilvægara og eftirlitsaðlar eins og FAA sem hafa eftirlit með Maxwellum, Boeing og svo framvegis þeir fóru líka þessi leið og þannig að markmiðið var ekki öryggi það var ekki aðalmarkmið heldur fjölbreytileiki þarna jafnrétti og inngilding sem eru mjög loðin hugtök og en hljóma vel og maður sér sko auglýsingar með þess að hjá FAA sem að manni finnst ennþá vera skrýtnar og sko en það líka einmitt, ef maður hugsaður bara þá tíma sem við lifum og hvort að fólk áttu sig á því að það er kannski ekki gott að ganga út frá fjölbreytileika, inngilding og jafnrétti í flugumferðar öryggi eða einhverju öðru, þar verða bara aðri þættir að vera eins og öryggi er mikilvægt í flugi en það þótti lengi vel og sko en þetta þetta sem hefur verið hugafarið hjá líka bara svona almennt svona meginströms feminisma að sko nei fyrst og fremst það jafnrétti það að segja jafnrétti æðsta hugsun og Katrín Jakobsdóttir samþykkti inn í námskrá á sínum tíma þar sem að jafnrétti var æðsta hugsunin og hún reksum sér sko ef að takmarki í skólakjörnu jafnrétti þá munu önnur takmörk líða fyrir það ef að jafnrétti mikilvægur en árangur þá mun árangur líða fyrir það þú getur alveg stuðlað jafnrétti með ýmsum hættum en ef þú telur það mikilvægur en aðri þætti þá munu aðri þætti og maður er alltaf gaslýstu með það að nei þetta hefur ekki neikvæð áhrif ef þú ert með þetta sem aðal hugsunna þá mun þetta bitna á öðrum þáttum sko ég tel mig jafnrétti sína á þeim grunni að menn allir eigi að fá sem jöfnust tækifæri
en þá ekki að jafna niður á við. Það að segja, ég hef aldrei talað með feminista til dæmis, vegna þess að ég vil ekki standa fyrir einhvern ákveðin hóp umfram aðra hópa. Feminismi felur í sér í raun og veru ákveðin hóp. Jafnrétti á ekki að gera það. Nei. Og ég tel að við höfum að búa til tækifæri fyrir fólk að ná sem mestum árangri. Hin leiðin að jafna niður á við, hún aldrei góð leið. Sko þeir sem eru harðastir í þessu gegn jafnréttis hugmyndum nútímans sem eru svona sterkara og eru svo sko allt kring, það eru komnar inn í allt. Já, að jafna niður, það að segja að íta fólki. En einhver myndi segja að samkvæmt skilgreiningu að það sko að svona jafnréttis ofsi felur það alltaf í sér að þú hefur ekki aðra leiðir, þú getur ekki lyft bara öllum upp, það myndi fela í sér að allir séu í eðli sínu jafnir bara á öllum sviðum þannig að samkvæmt skilgreinu þá mun vera einhver jöfnun niður á við ef að þú leggur svona mikla áherslu á jafnrétti og ég hugsa að jafnrétti eru þetta bara flott og heldur í jafnvægi í samfélögum heldur öllum meira og minna góðum sko. En sem sjálfstætt markmið á öllum sviðum þá bara veit ég ekki hvort það sé raunhæft. Sko jafnrétti getur farið út í mikla raukar eins og öll góð mál eða allar góðar hugmyndir oft, þetta allt úalega vel meint. Ég náði nú að lesa alla Piketty-bókina Capital 21st Century sem var heilmikið rit góða 700 blaðsíður fjárhagslegt jafnrétti og aftast í þeirri bók eru töflur yfir tekju og eigna mismun í Breitlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum og þar ef maður fer í gegnum töflunar þá sér maður mjög skýrt að jafnrétti var náð eiginlega á 2 tímabilum frá því fyrir frönsku byltingu og það var í fyrri heimsstyrjöldinni og seinni heimsstyrjöldinni. Þegar að borgir voru bókstaflega jafnaðar við jörðu. Þannig að maður spyr sér sko ef að efnahagslegt jafnrétti markmið í sjálfu sér þá kemur ljós í bók Pikettys að því var helst náð með heimsstyrjöldum og ég mæli nú ekki með þeirri aðferð. Þannig að þetta var fróðlegt. En það einmitt, þú veist, það það sem svo mikið umhugsunar efni í þessu. Það miklu meira spennandi að ná fólki út úr fátækt heldur en að eyðileggja velsæld. Og svo eitt sem menn gleyma sko í jafnréttinu að ef við tökum bara efnahagslegt jafnrétti, það svo auðvitað að mæla það að flestir af ríkustu mönnum heims áttu einu sinni ekki neitt. Ef við horfum á listan yfir þú veist þá sem eru ríkastir samkvæmt Bloomberg eða Forbes þá þetta yfirleitt menn sem að fóru pínulítið í háskóla og dutt út og lögðu allt undir. Þetta ekki erfingjar. Nei. Þannig að sami maðurinn, hvort sem hann heitir Elon Musk eða Bill Gates eða Zuckerberg, átti saman ekki neitt. Nei. Og átti rosalega mikið. Þetta sami einstaklingurinn. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega það sem sumir hafa sagt að sko, það sé göfur í mælikvarði eða svona effektívari og meira dýnamísku mælikvarði að hugsa hvers frekar breytileikan á topplisturum. Þú voru ættu sko, getur þú farið upp og niður. Það er bara hreyfanleiki. Já, hreyfanleikin. Og svarið við því já. Það virðist vera allavega í vestræn ríkjum, Bandaríkjunum til dæmis. Auðvitað það ekki það sama kannski í Sádi-Arabíu. En ég held að sko auðvitað getum við rætt jafnrétti út frá mörgum mælikvörðum, en þetta einn af mælikvörðunum að sami einstaklingurinn ekki bara ríkur, hann líka fátækur. Já, þetta yfir æviskeiðið. Já, maður velti fyrir sér sko þarna sko hvernig hugmyndirnar þetta eru til líka inn í íslensku stjórnmálaflokkunum að það allt mjög, þú veist, þú þarft svolítið alltaf að skrá þig með, þú þarft alltaf að segja já, ég styð jafnrétti, ég vil jöfnuð og svo framvegis. Sjálfstæðisflokkurinn talar svo sem ekki mikið jöfnuð sko, en það er talað jöfn tækifæri og Samfylkingin talar jöfnuð, Vinstri grænir eru náttúrulega kommunistar í grunninn sko. Þú veist, miðflokkurinn svolítið óljós skepna í sambandi við efnahagsmál, hefur verið svolítið hægra megin við sjálfstæðisflokkinn í efnahagsmálum bara vegna þess að hann stjórnarandstöðu, en maður veit náttúrulega ekkert skilur
ef að menn væri í stjórn, hvort að þessu væri náttúrulega allt öðruvísi farið. Nei, hann hefur allavega gagnrýnt stofnanavæðinguna og er eini flokkurinn sko, sem hefur einhverjar svona einlægar efasemdir framferði ríkisvaldsins á okkur sviðum, finnst manni sko, það sem hefði átt að vera Píratar, en Píratar eru bara ríkisflokkurinn einhverju skilningi sko. Já, lengi vel átti sjálfstæðisflokkurinn þetta hugmyndina frelsið. Já. Það er að segja einstaklingsfrelsið, fyrirtækjafrelsið og sjálfstæði Íslands. Hann tapaði því að hluta yfir til Pírata. Já. Því að Píratar stóðu fyrir frelsi. En svo sér maður það bara að með tímanu þá hefur það í raun og veru veikst. Það er að segja hugtaki frelsi í hugum fólks gagnvart sjálfstæðisflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur mjög góða hugmyndafræði, einstaklingsfrelsið og sjálfstæði þjóðarinnar og svo framvegis. Hefur góða hugmyndafræði í þeim skilningi orðin hljóma vel. Já, en það náttúrulega framfylgiði og það hefur náttúrulega ekki verið góð aðferð að vera í þessu ríkisstjórnarsamstarfi því að það er allavega bákn yfir stækkað. Sko, þú varst að berjast í þessum málum í borginni þar að segja, að koma sjálfstæðisflokknum að hjá borginni. Hver er sko grundvallar breytingin sem eru orðið frá tíma Davís, sem þú þekkir náttúrulega líka. Erlistin kemur þarna á Ingibjörg Sólunarfélagar og þau taka þetta yfir og sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki náð vopnum sínum á þessu sveitarfélagi síðan. Er það svo að borgarbúar séu bara einhverjir samfylkingamenn upp til hópa eða bara hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki fundið röddina sína til þess að einhvern veginn, hvað er það? Þetta er undarlegt. Já, þetta er ákveðin þróun sem er átt sér stað að segja að það var margir flutt sem að kannski væri svona kjósendur sjálfstæðisflokksins, bæði náttúrulega í Garðabæ-Kópavogi en líka í mitt gamla sveitarfélag Árborg og þar vorum við með yfir 50% sjálfstæðisflokkurinn, fórum úr 24 í 40 og svo 40 í 50 og svo 51. Já. Þetta gerist í þína tíð. Já. Og það kannski að vissuleiti voru þarna komni kjósendur sem voru tilbúin að hlusta. Við fengum 31% þannig fyrir 3 árum. Það er slandi. Fyrir 7 árum fyrir ekki. Sem að var það mesta sem sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið lágskeið í Reykjavík. Þannig að við vorum stærsti flokkurinn. Hvað fekk hann síðan næst, 21? Þá hefur verið 24-25%. Já, ok, þannig að það var svona mikill munur. 5-6-7% munur, já. Já, en auðvitað eftir hann að hækka. Já. En ég held að það tókst náttúrulega að fella meirihlutann og það tekst alltaf hjá degi að fá einhverja með sér. Jón Gnarr var borgarstjóri fyrir hann einu sinni, núna Einar. Já. Þannig að hann er mjög klókur í að selja mönnum að koma í svona samstupustjórn. Það má segja ýmislegt hann er klókur í að halda völdum líka. Algjörlega, en mjög góður í því. Já. Og ég raun og veru myndar svona hræðslubandalag á móti sjálfstæðisflokknum. Hann sé hrikalegur, eitthvað. En þetta er mjög dýrt. Þetta er, sko, ef að ríkisstjórnarsamstarfið er dýrt með 3 flokkum, þá er það ennþá dýrar hann náttúrulega þar sem verðst með Pírata, Viðreisn og Samfylkingu og alla saman. Já, Vinstri Græna þangað til núna og núna Framsókn kominni. Já, VG er svona ská. Já. Þannig að það þarf að láta alla fá eitthvað og og við sjáum það að Reykjavíkurborg er náttúrulega bara að samla meira og meira skuldum. Já. Þannig að ég held að það sé stór hluti íbúa í Reykjavík sem að ásamleið með sjálfstæðisflokknum en hann einhvern veginn pólitíska landslæðir einhvern veginn, já, og hann er ekki að mynda meirihluta en þess að Framsókn ég meina, sko, Framsókn var náttúrulega ekki með svona mikið, fekk svona mikið fylgi núna náttúrulega út af því Einar kom hann inn og það var svona kraftur í því og það var náttúrulega ekki í þína tíð en maður velti fyrir sér ef það hefði gerst í þína tíð hvort að það hefði litið öðruvís út. Já, þegar að við fórum í kosningarna 2018 þá vantaði okkur partner. Framsókn var með engan borgarfulltrúa. Já. En síðan kemur þetta briljant slag úr 2022 hjá Framsókn er ekki bara best að kjósa Framsókn sem er nú lýsandi frati á alla hérna, segja hérna innir svo slappur, kannski bara Já, og svo er það líka komin tíma breytingar í borginni sko. Já, sem var náttúrulega hlægilegur brandari sko, því að þær eru það ekki. En hvernig, ég meina Einar, þeir eru ekki að mælast með neitt fylgi eiginlega sko, í borginni. Hvernig meturðu stöðu hans? Er hann þá bara náttúrulegur arftaki eða er þetta einmitt tækifæri fyrir sjálfstæðisflokkinn að sækja fram í borginni núna næst? Hvernig það verður? Það geta alveg við. Ég held að þeir kosningastjórar Framsókn, þeir hafi toppað á réttum tíma. Já.
En ég held að það veri kosið í dag, þá fengi ég fram svo lítið. Já, en ég var að tala Davíð, sko, hvernig borgarstjóri var hann, skilju, hvað var svona eðlisólíkt við stemninguna sem hann náði að búa til og hvort sem það borgarstjóri eða forsætisráðherra eða hvernig það sko? Davíð kemur úr fátækum grunni sem einstaklingur. Hann fekk engar silfurskeið og hann var alltaf með jarðtengingu gagnvart venjulegu fólki. Hann tók á móti gríðarlega mörgu fólki sem vildu tala við hann og hlustaði. Og það er það sem kannski vantar í stjórnmálastéttina almennt að fulltrúar fólksins séu tilbúinir ekki bara að tala, þetta er að hlusta. Ég held að hann hafi átt að auðvitað var hann líka sterkur stjórnandi og tók að skarið og svo framvegis. En hann var líka tilbúin að hlusta á fólk, en hann hafði trú á því að leiðin til þess að fyrir einstaklingin að komast upp væri ekki ofríki heldur opna tækifæri og dæmum það er Grafarvogurinn þar sem að fyrsta sem að gera sem borgarstjóri var að skipuleggja Grafarvoginn sem nýtt hverfi því að það var komin lóðaskortur og öll þessi vandræði sem við erum að tala um í dag og það var leyst með því að það var nægt framboð á lóðum og það gagnast fyrst og fremst almenningi og það er það sem verkalýðshreyfingin er að tala fyrir í dag og borgin hefur ekki gert það er ekkert hverfi og Úlfarsadalur sem var síðasta skipulega nýja hverfið hefur bara skorið niður. Já. Þannig það að byggja bara á þéttingareitum er ógeðslega dýrt. Já. Og þegar menn segja að við erum að spara svo mikið að því við erum að nota gamla lagnir, þá er það nú létt í hendi þegar þú hugsa hvað kostar að rífa eins og Hekluritinn, eða hvað kostar að rífa Íslandsbanka. Já, en ég verða því að ég fæ svona tilfinningu, það er alltaf bara, þú veist, það er bara orð gegn orði í þessu, að einn segir að þetta sé lóðaskortur og hinn segir að þetta sé eitthvað annað og ég veit ekki hvernig maður gæti komist að einhverju réttir niðurstað, þetta er svona svolítið polarisera bara þeir sem eru sjálfstæðismegin, þeir segja að þetta sé lóðaskortur, það er húsnæðisvandinn og þá er ágætt að bara hlusta á einhverju sem er ekki í pólitík, þetta er samtök iðnaðarins og verkalýðshreyfinguna. Báðir þessir aðlar sem eru sikkur megin við samningaborðið eru sammála því að sveitarfélögin hafa sérstaklega lesist Reykjavík hefur ekki skipulagt land og í lífskjarasamningunum sem voru gerðir fyrir nokkrum árum síðan þá var sérstaklega að tala um það að Keldnalandið ætti að verða byggingaland og við værum í dauða að fara að byggja upp keldur síðan er liðið mörg ár, ekki það gerast. Nei, það vantar eitthvað, það vantar einhvern aðtapna vilja, einhvern svona einhvern framfara vilja, einhvern svona hug. Já, en ég held að þessu sé bara auðsvarað að lóðaverðið hefur margfaldast og þeir út bæðið með samtök iðnaðarins og verkalýðshreyfinguna sem að segja það sama og ég hef gert, þá er nú líklegt að það sé rétt. Já, það er margt í þessu sko, og hvernig þarna, og líka bara því ég með þig sko, þessi sjálfstæðisflokkurinn sko, hvernig þarna telur hann geta fetað sig áfram sko, þarf hann einhvern veginn að fara í einhverja algjöra naflaskoðun og spyrja sig, ég veit ekki hvað þeir eru að mælast, 17-18% eða eitthvað svoleiðis, þegar vestlætur, ég þekki ekki nákvæmlega nýjustu tölunar og miðflokkurinn nartar í hælana og maður heyrir að mörgum út undan sér að þeir séu svona, ég mun kjósa Sigmund ef ekkert breytist og svo framvegis sko, og hvað þarna og talandum, ég meina, og við erum með Bjarni þarna sem er bara eins og hann er og ég meina, hann er ekkert, hann alltaf enga veginn eins og Davíð Oddsson að taka við hverjum sverjun og skrifstofu til sín og svo framvegis, þetta er öðruvísi fígúra en margir telja hann sé búin að svona þjóna sínu hlutverki þarna í eitthvað annað gerast, en það er bara enga veginn augljóst hvað ég að taka við og það síðasta sem hann vill er að Guðlaugur taki við, þannig að hvað þarna, þetta er mín sín, þú þarft ekki að ábyrgist hana, en þú veist, flokkurinn er svona, hann veit ekki hvað hann vill. Já, ég held að hann þurfi bara að vera trúr uppruna sínum. Þetta er eins og Coca-Cola prófaði að vera með kirsubærakók, það gekk ekki vel. Nei. Og mjólkursamsalan, ef hún myndi auglýsa kók er gott, það myndi ekki ganga vel það myndi ekki vera Nei, það er önnur vara. Það myndi ekki vera góð auglýsing fyrir mjólk. Nei. Ég held að með því að bara vera með gildin sín, þá er maður bestur. Já. Og þannig að það er svarið. Og stóru málin, ég minn eins og útlendingamál og annað eins, skilurðu? Já, það er náttúrulega búið að klúðra þeim alveg svakalega. Ég hef ekki þetta mótið því að fá innflytjendur sem að koma hingað og vilja vera hluta af íslensku samfélagi og láta gott þessi leiða. Það er bara mjög gott mál. Já. En
þessi flóttamannamál, þau náttúrulega fóru í algjört rugl því að við fórum að vera svona einhver svona fast track eða priority passi fyrir flóttamenn. Flóttamenn geta verið flóttamenn af ýmsum ástæðum en með því að vera svona fyrsti kostur fyrir fólk frá Venezuela eða öðrum löndum sko, þá ferðarskrifstof fóru að gera út þetta. Þá náttúrulega fórum við alveg villur vegar. Þetta kosti alveg gríðarlega mikið og Sjálfstæðisflokkurinn ber náttúrulega ábyrgð á því og eins og margir aðrir flokkar en hann ber líka ábyrgð á því og það fór út í dellu og ég held að menn sjáu það nú allir í dag, meira og minna. Þarna, Eyþór, við erum búin að fara yfir sviðið hérna, hvað er þarna, hverju erum við að gleyma hérna? Hvað ertu mikið að hugsa um þessa dagana? Ég hugsaði líka þarna, mist svolítið áhugavert líka að spyrja út í bara rétt svo með því, sko, þú varst þarna í teknikerunum á sínum tíma og í Vodafone og með símana og annað eins áfram þetta sko þennan rekstur á Íslandi á, þú veist, að ég meina ef þú vilt að Íslendingar, ég held að búi 50.000 manns Íslendingar í útlöndum, sko, ef þú vilt að fólk sé hérna, það þarf að vera eitthvað áhugavert að gera og ég get ímyndað mér að 50.000, mikið af þessum 50.000 sé að gera eitthvað mjög áhugavert þannig að það er bara í útlöndum. Hvað þarna, eins og ég segi, við getum verið með alls konar sko atvinnurekstur í Íslandi sem er bara einmitt hvort sem það er orkuiðnaðurinn að sjávarútur og ferðaþjónusta og alls konar mjög mikilvægt dót en það vantar einmitt, þú veist, Keri sig svo nefndi það vantar svona aðeins meiri einhver svona þannig svona einhverja framsækni á tæknisviðinu í einhverjum skilningi, þó að margt sé mjög flott að gera, sko. Það vantar svona eitthvað svakalegt. Já, ég myndi segja að sko Sjálfstæðisflokkurinn hitt alveg naglann á höfuðið þegar hann talaði um landtækifærina og að vera vettvangur fyrir tækifærin og ungt fólk sem fer til annar landa eftir skólagöngu hér, það er að leita tækifærum. Það er að leita tækifærum til þess að láta hæfileika sína blómstra, stofna fyrirtæki eða fara til annar landa þar sem eru spennandi fyrirtæki og við þurfum að vera bara meira spennandi kostur fyrir ungt fólk til þess að vera land tækifærina. Það gerum við með því að hætta gullhúða reglugerðið frá Brussel. Það gerum við með því að lækka álögur, skattar á fyrirtæki og laun eru mjög háir. Það gerum við með því að einyrkjar sem eru að gera eitthvað sjálfur, því talandum sko gervigreindar þá eru einyrkjar og smærri einingar að fara að vera mjög mikilvægar fyrir alls konar svona mjög mikilvægur með tækninni til dæmis og þar er ekki 60-70% tekið af þér allt sem þú færð inn í fyrirtæki og ef þú ert eldri borgari þá er raun og veru tekið af þér 80% því að það eru skerðingar líka því að þú missir lífeyrin líka og það er ekki mjög hvetjandi kerfi ef við tökum til dæmis lækni sem er komin á lífeyrisaldur þá er engin hvati fyrir hann fjárhagslegur að starfa. Að leggja sitt að mörgum. Já, þannig að við erum að taka bara umferð mjög hæfileikaríkt fólk. Já, merkilegt. En þetta skattaumhverfi. Og þetta er hluta því. Það er oft talað líka um skattþrepin, sko. Hvernig er hægt að líta á þessi skattþrep? Já, ég myndi segja að skattþrepið, sko skattþrepir eru ómörg á Íslandi og þeim var fjölgað síðustu árum. En það eru auka skattþrep þannig hjá eldri borgurum að þeir missa lífeyririnn sinn líka þegar að þeir fara yfir tekjumörk. Þannig að þetta er letjandi kerfi. Það er að segja að þeir sem er að afla meira, þeir fá minna. Já, það er þarna og þú teldir rétt að snúa því við en spurning hver ræðst í það verkefni? Já, það er rétt að því og svo líka held ég að við erum að nýta orkuauðlindir okkar meira, bæði náttúrulega vatnsafl, gufuafl og síðan eru gas- og olíulindir mjög líklega í nágrenni við olíulindir Normanna og normenn, þeir þykja nú fyrirmyndaríkja mörguliti, þeir eru ennþá að vinna, þeir eru ennþá að rannsaka og það er ekkert að því að við gerum það. Við erum að flytja... Senda Heiðar Guðjónsson á hafsbotn? Já, ég meina, af hverju ekki að rannsaka olíu- og gaslundir? Tvímælalaust. Og við flytjum inn mikið af olíu og gasi og bensín. Já, en þar hugsa ég líka svo mikið, þú veist, fyrirtæki sem eru með einhverjar hugsanir og eru að gera eitthvað og eru með, segjum að þetta sé í einhverjum svona umdeildum iðnaði eða umdeildum innan gæsalappa iðnaði, hvort sem er í sjávarútvegi eða
þú veist, ekki allt umdeilt? Það allt umdeilt. Það heitir iðnaður. Þegar blaðamenn segja eitthvað svo umdeilt og því að þeir handið það, þar hefur náttúrulega vantað mörgu leyti líka að fyrirtæki finnst mér fari inn á tækniöld og átt að sjá því að heyrðu, ef þú ert með einhverju hugsun og þú ert með einhver skilabóð og þú ert með eitthvað þú veist, þú telur og þú hafir eitthvað svona göfull hlutverk í samfélaginu, þá hefur þú alla möguleika á að fara bara sjálfur á netið og tjá þetta og bara útskýra hvað þú ert að gera, því að ef þú gerir það ekki þá er einhver annar sem mun skilgreina fyrir þig, þá mun heimildin útskýra hvað þú ert að gera. Þú veist, þannig að þetta hefur mjög vantað í, finnst mér, stór mikilvæg svið að þau fari og tandur sjávarútveginn, þú veist, auðvitað er mokkinn þarna en enga síður, hann er svona legacy og þar ertu með lesendur í prentinu sem eru, skilur, eldast bara meðaltal 1 ári, það er bara eftir því sem allir eldast, þú veist, það er enginn að yngjast í þeim bransa, nýju miðlarnir eru, skilur, þeir eru bara innan seilingar, þannig að þú veist, það telli líka, þú veist, að fólk bara fari inn á svið og segi hvað það standi fyrir, Já, og það mjög gott sem þú nefndir umdeildur iðnaður. Ef við förum í gegnum bara atvinnuveginn á Íslandi, þá er það sjávarútvegur, hann er umdeildur. Það er ferðamanniðnaður, hann er umdeildur, Airbnb og annað. Og síðan er það áliðnaðurinn, hann er umdeildur, orkuöflunin, hún er umdeild. Þetta er allt mjög umdeild. En á hverju ætlum við að lifa? Veist, það er... Og svo ef við spólum það tilbaka, iðnaður á Íslandi, hann byggir á grænni orku, umfram önnur ríki. Og ef þú myndir loka álver á Íslandi, þá myndi annað opnast í Kína. Og hvað myndi það þýða? Það myndi þýða miklu meiri losun á hvert tonn og hafa neikvæð áhrif á gróðurhúsalofttegundir en menn hafa ágjörð því. En síðan er líka, þú segir á hverju alltaf að lifa, þú veist, ef maður spóla tilbaka og fer, segjum, það er kannski nákvæmast að fara 150 ári aftur í tíman, þar sem að þessi svið voru sannarlega ekki fyrir hendi. Akkurat. Og bara, þú veist, maður þarf að hugsa bara, ef að þessi svið væri ekki ef við værum ekki að stunda útflutning, þá værum við ekki með neitt. Þá væri ekki hægt að gera neitt. Þá værum við með vaðmál. Þá værum við með vaðmál í besta falli og svo bara að lifa sama líf og foreldræni við að í sjálfsvittabúskap, Akkurat. Þú veist, þannig að handast út í atvinnuvegina, það er hluta þessu sama skrýtna hugarástandi sem að fólk er komið í að býta í höndina sem er ekki verið að borða, Já, það er bara þannig og þetta er ákveðin skammsýni og við þurfum að þora að tala raunveruleikann. Já, þess vegna finnst mér svo áhugavert að það er ákveðin tækifæri í því að tala að fyrirtæki og einstaklingar, oft er þetta einstaklingar, bara talaðu bara sjálfur, segðu bara hvað það finnst, og maður talar ofta forstjóra og framkvæmdastjóra og alls konar sem hafa rosalega mikla meiningar, rosalega áhugavert að tala við þau og svo segir bara, viltu ekki bara koma til mín, og bara, þú veist, þá er maður ég vil ekki styggja, þú veist það er hlutverk þitt. Ég mættur til þín og þetta er góð vettvangur. Já, þetta er góð vettvangur. Takk fyrir að koma, ég held að við séum bara búin að dekka þetta ágætlega, bara fæðið aftur, við tekja veri, ég vonaði sér ekki eitthvað sem er eitthvað, af því að ég er lofa alltaf að fjalla með eitthvað sem er í vikun, það er náttúrulega Trump og þau, það er allt í gangi þar, heldur að Kamala geti tekið Trump eða? Hún getur það, en mér sýnist það líklega að það verði Trump, en við sjáum til. Ég held að það er alltaf ákveðin styrkur að hafa forsetaembættið, núna er það varaforsetin sem býður sér fram. Ég sá nú eitthvað að ræðuna Spæten í gær, þar sem hann var að útskýra hvað hann hætti og það var nú ekki mjög spennandi ræðumennska. Nei, það er þetta eru mjög miklir umbróta tímar. Þetta eru miklir umbróta tímar og Bandaríkin náttúrulega eru mjög polariseruð en ég held líka að þessar öfgar sem við sáum í innflytjendamálum að hleypa öllum inn og ólulega milljónum manna það hefur farið ítla í mann. Já, en áhugaður stand líka út frá því sem Milton Friedman segir að bestu innflytjendur eru ólulegir innflytjendur, Já, hann segir það og sonur hans, David Friedman var hérna nýlega á Íslandi. Já, ég tók gott við til það. Já, hann var mjög góður. Spjallaði við hann. Og hann var með góða kenningu að hann vildi leyfa hvernig sem er að koma til Bandaríkjanna, en þá fengjur engin fríðindi. Nei, og hann var að segja, hann segir bara fjölda innflytningur getur verið frábært tól, en þá verður að takmarka
aðgang þeirra að velferðarkerfinu, Akkúrat. annars brotnar velferðarkerfið niður og það einmitt það sem við höfum ekki gert hér, við höfum ekki takmarkað Við höfum aðgang gert að velferðarkerfinu. öfugt, við höfum gert öfugt. Gefið í. Við höfum gefið í og veitt í raun og veru flóttamönnum forgang oft umfram Íslendinga. Já, og ég heyri það, maður heyri svona sögur af því að það séu bara eitthvað svona sem á að verða 11 manna blokk en svo bara kemur ríkið inn og kaupir það og setja hann undir flótamenn sko. Og maður skilur vel að það færi öfugt ofan í fólk sem hefur stritað alla ævi til þess að komast á einhvern næst stað sko. Já, ríkið hefur eitt alveg sko 20 milljarða í dellu. Já, það virðist vera staðan og ekki ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn geti einhvern veginn með góða móti sagt ætla að breyta því, en spurning. Hann þarf að breytast og frekar hrætt. Já. Íþór, takk hérlega fyrir að koma og gaman að tala við þig og gangi vel í þínu vafstri og tónlistinni. Ég vona að strengirnir sé að gefa þér lífsfyllingu mikla. Já, algjörlega. Tónlistin stórmerkileg list af því að hún tala beint í undirmeðullina. Þú getur verið með tónlist sem með engum orðum og hún ólíka öðrum lista með því litið. Þetta bara bylgjur sem við hlustum á en láta okkur gráta eða frekvensía hvað sem en þetta merkileg list. Já, talandi útflutning, þú varst nú með Björk Já, þeir voru unglíkur og hérna var ég með Þekkir hana í dag, eða við erum í sambandi? Nei, við erum ekki í sambandi, þekkir náttúrulega við vorum miklu vinir hérna sem unglingar og hérna, svo, var ég líka erlendis með fyrrverandi konu minni og við vorum í Breitlandi og New York og hérna, svo verðum við í klassíkinni í Hollandi og fleira þannig að hérna, tónlistin hún eitthvað sem að mér þykir mjög væntum og hérna, ég segi bara aftur þakka COVID fyrir að endurnýja kynni mig sjálf Áhugavert sko, við höldum alltaf áfram sko, en áhugavert í sambandi tónlistina sko, að það var eitthvað að benda á daginn að allir vinsældarlistar núna eru sko, hljómsveitir eru horfnar það er engin hljómsveit sem auðvitað hljómsveiti til en það er ekki að ná máli á þessu alveg efsta stígi sko. Þar hefur þetta allt færst yfir í einstaklinga. Það er rétt í popinu, svo annað sem að gerast líka með tilkomi Spotify og Apple Music og þetta að þú getur fundið músík við þitt hæfi sem miklu þrengra eða einstaklingsmiðara heldur en áður var þegar plötubúðurna voru bara með fáa titla sem lögðu á og slá þannig að hérna til þess instrumentalmúsík þar sem að ekki söngur eða svona ný klassík eða crossover með miklu betri aðgang að fólki heldur en áður. Já, bara við að detta inn í algoritma eða playlista. Akkurat. Þannig að sko, menn tala oft á móti tekninni en hún veit okkur aðgang að svo miklu alltaf. Að við getum valið okkar tónlist hvenær sem við viljum. Þannig að það er jákvætt. Og svo náttúrulega segir líka fólk í sambandi við gervigrindartónlistina að gervigrind náttúrulega bara kreatív skepna. Vitvélin og hún skapandi. Hún samkvæmt orðinu hún skapandi. Generative. Og þarna hún getur búið til tónlist og þá er fólk að þetta verður ekki góð list en þetta er tölva en ég meina sko, þú veist, menn voru að mála myndir sem atvinnu og selja fólki myndir af þeim og svo kom ljósmyndin og þá lengi vel var ljósmyndin einmitt ekki talin listform menn töldu að það væri bara ekki list ég að segja, og þá heilt fólk auðvitað að myndi degi út að vera að mála en nei, málingin færðist bara eitthvað allt annað og merkilegra í raun og veru sko, þegar þú þurftir ekki að vesenast við að vera að herma eftir veruleikun sko. Það er alls konar dæmi það hvernig gervigrindin í raun og veru ítir undir áhuga, ítir undir eitthvað þegar allir hafa færa á að komast inn í þetta sko. Já, ég er algjörlega á þeirri lína að við erum að sjá náttúrulega næstu 20-30 árin þar sem að hérna, fólk fær aðgang að fleiri hlutum á lægra verði út af tekninni og þá náttúrulega til þess heilbrigðisþjónustu sem við verðum að gera þegar við erum að eldast. Já, það er mjög áhrifandi. En þá höfum við líka meiri tíma fyrir það sem við viljum, hvort sem það er heilbrigði, líka sagt útivist, ferðalög, tónlist, list og vísindi. Þannig að við höfum meiri tími í þetta og það er alveg stórkostlegt. Það er ekki langt síðan að mannkynið af svona 95% af fólki var hérna fást við fæðuöflun. Já, nefnitt. Og ég hugsaði þegar vélmenninu verið að fara að sinna heimilisverkunum. Já, það er verið. Frelsisbyltingin sem það verður, að þú veist að því að fólk eyðir ég með börn á heimilinu og það er bara það er keyrsla sko, við skulum fagna vélmennunum þegar þau koma þau eru bara guð velkomin á mitt heimili sko, að taka úr vélni maður tjöfull í þessu þetta er það eru í grunninn er skilbáðum þau að það eru ótrúlega tímar í vændum ef við
ef við líka festumst ekki í neikvæðinu og svona dúmerisma, sko, Já. allt sé að fara til fjandans út af þessu í staðin fyrir að, því að það getur vel verið allt fara til fjandans og þau búið til kjarnorkuvopn og sprengi hvert annað og þá bara gerist það og við skulum passa því það gerist ekki en að öðru leyti stóra myndin, tæknibyltingin sem verður, Hún er rosaleg, Hún er rosaleg. Og það er mjög mikið undir okkur komið hvort sem við erum einstaklingur eða við sem þjóð hvernig við mótum framtíðina og það er það sem við þurfum að gera. já, þetta eru góð skilabóðin í Dæri Þór, núna hættu við. Takk hérlega fyrir komuna og þið áhorfundur, Guð bless ykkur.